og velkomin í þennan þriðja málefnaþátt fyrir alþingiskosningarnar 2016. Þessa vikuna eru það efnahagsmál og atvinnulíf sem eru í brennitepli. Við minnum á að það er hægt að senda spurningar og athugasemdir á Twitter. Millumerkið eða hashtagið er einfaldlega kosningar. Að venju höfum við tekið saman tvær stuttar fréttaskýringar þessa stóru málaflokka og þær má finna á kosningavefnum okkar rúv.is/x16. Á fimmtudag sýnum við samantekt stöðuna á vinnumarkaði en í kvöld er einblínt á hagstjórn og horfur í efnahagslífinu. Það er eiginlega sama hvar er borið niður á vef Hagstofunnar þar sem finna má tölulegar upplýsingar efnahagsástand og atvinnulíf á Íslandi. Það virðist rífandi gangur á flestum sviðum. Það er góður hagvöxtur, það er lágt atvinnuleysi, lág verðbólga, afgangur á viðskiptajöfnuði og erlendar skuldir í sögulegu lágmarki. Þannig að svona öllu þessu leyti þá erum við í afskaplega góðri stöðu og stöðu sem er hægt að vinna mjög vel úr þegar maður horfir til framtíðar. Við horfum á hagtölur og þær eru svona sína ákveðin stöðugleikamerki. Það líkir hér verðstöðugleiki, gengisstöðugleiki. Það er jafnvægi á ríkisfjármálunum. Skuldir heimila og fyrirtækja við höfum verið að greiða þær niður. Áður en við lítum á ástæðurnar fyrir þessu og mögulegar viðvörunarbjöllur er rétt að fara yfir staðreyndirnar. Það er tölur sem fyrir liggja. Hagvöxtur hefur verið stöðugur undanfarið og var rúm 4% í fyrra. Það er töluvert meira en víðast hvar í hinum vestræna heimi. Verðbólgan hefur að sama skapi verið mjög lág. Allt þetta kjörtímabil hefur hún verið innan verðbólgumarkmiða Seðlabanka Íslands. Í fyrra var ársverðbólgan til að mynda aðeins 1,6%. Og Seðlabankinn þurfti reyndar að senda ríkisstjórninni greinargerð vegna þess að verðbólgan í ágúst síðastliðnum fór undir fráviksmörkin sem bankinn og ríkisstjórnin settu árið 2001. Þetta er aðeins í annað skipti sem það gerist. Fyrra skipti var í lok árs 2014, einnig á þessu kjörtímabili. Vextir hafa hins vegar verið háir í samanburði og Seðlabankinn hefur verið gagnrýndur fyrir að halda stýrivöxtum jafn háum og raun ber vitni. Þetta hefur áhrif á rekstur fyrirtækja sem á heimila. Vaxtastig hefur áhrif á fyrirtæki sem skulda í íslenskum krónum, þannig að vaxtabyrðin verður þyngri og gagnvart heimilunum auðvitað hefur þetta áhrif á aðgengi þeirra lánsfé. Þetta er auðvitað viðvarandi vandi hér á landi, það eru háir vextir í samanburði við nágrannalöndin og þetta er auðvitað vandamál sem við eigum á öllum tímum við etja bæði upp og niðursveiflum og hefur auðvitað verulega áhrif á kjör okkar. Annað sem hefur veruleg áhrif á kjör fólks er einfallega staða ríkissjóðs. Hún hefur batnað verulega undanfarin ár. Skuldir hafa lækkað mikið og jafnt og þétt raunar, stöðugleikaframlögin sem að koma til út af uppgjöri við gömlu bankana, þau auðvitað skipta miklu máli, en þau eru samt aðeins hluti af stærri þróun og jákvæðri þróun í þá átt að bæta stöðu ríkissjóðs og það bætir stöðu okkar allra. Nú er sagt að vandi sé að spá, einkum framtíðina. Engar spár ferðaþjónustuna hafa staðist til að mynda. Þær hafa sprungið á hverju ári síðustu 5 ár. En þjóðhagsspá Hagstofunnar gerir ráð fyrir að á næstu árum hægist heldur á þeim mikla hagvexti sem hér hefur verið undanfarið. Atvinnuleysi verði samt áfram lítið og verðbólgan haldist lág. Óstöðugleiki hefur þó einkennt íslenskt efnahagslíf ómuna tíð. Hvar ætli viðvörunarljósin blikki helst þegar horft er yfir sviðið í jafn góðu árferði? Við höfum hér verið að hækka laun langt umfram þetta gefið merki sem Seðlabankinn gaf í skyn að væri svona myndi ekki ógna verðstöðugleikanum. Ástæða fyrir því að verðstöðugleiki ríkir er vegna þess að krónan hefur verið að styrkjast og viðskiptakjör hafa verið okkur hagstæð. Þannig ef það verður breyting þar á þá vissulega gætu við séð verðbólguna fara af stað. Ríkisfjármálin þau þurfa auðvitað bæði að undirbyggja hinn efnahagslega og hinn félagslega stöðugleika. Við sjáum að nú þegar að það er slaki í ríkisfjármálunum sem er meðal annars tilkomið vegna skattalækkana. Það má nefna afnám auðlegðarskattsins, lækkun veiðigjalda og lækkun á verðtryggðum skuldum heimilanna. Og það er alveg ljóst að við aðstæður eins og núna að þá ýta þessar aðgerðir undir ofþenslu og óstöðugleika og vinna gegn peningamálastefnunni. Og niðurstaðan af því kann að vera aukin verðbólguþrýstingur og hærri vextir. Já, ég er ekki frá því að þarna hafi vantað nafnið á Ásdísi Kristjánsdóttur, hagfræðingi Samtaka atvinnulífsins sem var þarna meðal viðmælanda. En þá snúum við okkur að viðmælendum kvöldsins.
Hingað eru komnir fulltrúar 6 framboða. Fyrsta nefni ég hér frá vinstri til hægri, Theodóra S. Þorsteinsdóttir fyrir Bjarta framtíð, Bjarni Benediktsson frá Sjálfstæðisflokki, fyrir Íslensku þjóðfylkinguna Jens G. Jensson. Þá það Þorvaldur Þorvaldsson frá Alþýðufylkingunni, Oddný Harðardóttir fyrir Samfylkinguna og Steingrímur J. Sigfússon fyrir vinstri hreyfinguna Grænt framboð. Verið velkomin öll í sjónvarpssal. Takk. Vindum okkur í þetta bara strax. Okkur langar til að biðja ykkur að útskýra fyrir okkur í stuttu máli hver ykkar sýn á rekstur ríkissjóðs næstu árin, á til að mynda að stefna að rekstrarafgangi, á að draga úr umsvifum ríkissjóðs eða á jafnvel að auka umsvifin og hverjir eiga fjármagna samneysluna í landinu. Okkur langar til að gefa ykkur það byrjum 90 sekúndur á hvert framboð til að fara yfir þetta í stuttu máli og við byrjum á Bjartri framtíð. Takk fyrir það. Það alveg ljóst að við erum á þenslutíma, eins og kom fram líka kannski þar til stöðuleika, þá eru þenslumerki, við finnum það skýrt hjá sveitarfélögunum til dæmis og stóra verkefnið á næsta kjörtímabili að mínu mati verður að forgangsraða í opinberum framkvæmdum og það verður mikil eftirspurn eftir vinnuafli, bæði út frá því ferðaþjónustunni og bara uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Við leggjum það til hjá Bjartri framtíð að leggja stóriðjustefnu algjörlega til hliðar meðan á þessum þenslutíma á okkar mati og við viljum líka móta framtíðarstefnur, skortur af því, bæði varðandi gjaldmiðla og ferðaþjónustu. Við þurfum að hlúa að innviðum, við þurfum að byggja upp bæði allt sem hefur áhrif raunverulega afleiðing af ferðaþjónustu sem eru húsnæðismál og löggæsla og samgöngur og ýmislegt annað því maður gaman að koma inn á eftir og við viljum einnig auka við tekjur af auðlindum og þrátt fyrir hagvöxt og góð svona merki varðandi ríkisfjármálin og þá kannski á það ekki alveg það sama við heimilin í landinu. Ég hef pínulitlar áhyggjur af því. Bankakerfið, við eigum að endurskoða það og við fara hægt og varlega í að einkavæða bankana. Takk fyrir þetta, Bjarni Benediktsson. Já, eins og framkom hér áðan að þá erum við á hagvaxtarskeiði sem virðist ætla að endast okkur lengi og það ber að nýta það vel til þess að horfa til langs tíma. Í okkar langtímaáætlun þá erum við að gera ráð fyrir því að við nýtum þetta tímabil bæði til þess að greiða niður skuldir og þannig draga úr vaxtagjöldum ríkissjóðs og til þess að hefja innspýtingu inn í ýmsa innviði. Við erum með áformum að fullfjármagna nýjan Landspítala, við ætlum að hækka fjárfestingarstig ríkisins til þess að auka við framkvæmdir í samgöngukerfinu og fylgja landsframleiðslunni og meira segja aðeins gott betur. Við munum klára ýmsar opinberar byggingar og á sama tíma þá tel ég að við erum að horfa til þess hvar svigrúm til þess að létta undir til dæmis með atvinnulífinu sem hefur kallað eftir því að við lækkum tryggingagjaldið og það þurfum við að gera svona rólega í takt við það sem að gerast. Ég held að verkefnið framundan snýst kannski ekki síst það að nýta þessa góðu tíma til þess að búa í haginn fyrir enn frekari sókn, lækka skuldastöðuna enn frekar. Hún mun lækka það bil 25 til 30 milljarða á þessu 5 ára tímabili á ári, 25 til 30 milljörðum lægri vextir á ári ef við spilum vel úr kortunum og á þessum tíma mun mjög reyna á samstarf ríkis og vinnumarkaðar þannig að það sé svona að menn séu að ganga í takt. Við munum ekki geta komist í gegnum þennan tíma án þess að ríkið sé að styðja við stöðuleikann í sammála því sem kom fram áðan. Það bæði þessi pólitíski og efnahagslegi stöðugleiki sem þarf að vera til staðar, félagslegu stöðugleiki eftir atvikum. Íslenska þjóðfylkingin. Já, ég nú ekki sammála Bjarna, en ég tel að eigi ekki að reka ríkissjóð með hagnaði á allavega út næsta kjörtímabil. Og við í Íslensku þjóðfylkingunni teljum að það sé komin tími til þess að byrja að huga hinnum sem að hafa þurft að orðið eftir á þessu tímabili sem að síðasta stjórn hefur verið núna. Og að það liggi allt margir eftir í valnum sem að þarf að hjálpa og að það þurfi að nota tekjur ríkisins til þess að bæði að hlúa að heilbrigðiskerfinu og að hlúa að þeim sem vinna með þessum í þjóðfélaginu og að það veit ekki af öllum þeim tekjum sem hægt að fá til þess að nota í það.
Nú við erum ekki hlynntir beinlínis hækkun á skattkerfum, það erum við ekki. En við sjáum aftur á móti breytingar á samfélaginu sem hafa orðið yfir 10, 20 og 30 ár og það alltaf fleiri og fleiri í samfélaginu sem koma lítið nálægt í að borga skatta og fara þar framhjá og þá það sérstaklega það að ræða þeir sem ekki greiða útsvar og að undirstöðuatvinnuvegirnir okkar að þeir eru alltaf að sogast meira og meira á færri hendur og arðurinn sem tilheyrir byggðunum og samfélaginu alltaf að færast inn á færri bankareikninga sem að borga að sjálfsögðu hvorki tekjuskatt né útsvar. Og við viljum að það þurfi að stokka upp í samfélaginu á vissan hátt. Það þarf að færa arðinn tilbaka þangað sem hann búinn til og síðan þarf að dreifa honum og koma honum á réttlátan hátt í gegnum skattkerfið og síðan á að gæta hagsmuna fólksins í landinu. Takk fyrir það, Jens. Þorvaldur Þorvaldsson frá Alþýðufylkingunni. Já, Alþýðufylkingin vill auka vægi hins félagslega í hagkerfinu á kostnað markaðslausna. Sér í lagi viljum við að innviðir samfélags verði alfarið félagslega reknir og þar á meðal fjármálakerfið. Með því viljum við efla verðmætasköpun og minnka spákaupmennsku, auka jöfnuð og gegnsæi og auka lífsgæði. Við viljum stuðla aukinni fjölbreytni í framleiðslu og í staðinn fyrir niðurskurð á opinberum útgjöldum viljum við auka tekjur. Þannig að stærri hluti af kapitalinu verði í félagslegri forsjá. Við erum opin fyrir því að hið opinbera geti stunda hvers konar rekstur en í raun og veru þetta er svona forgangsröðin en svo náttúrulega til ýmsar aðrar leiðir í félagslegum rekstri heldur en bara hjá ríkinu og við teljum að með þessu móti verði hægt að minnka vinnutímann og fólk geti í raun og veru loksins farið að njóta þess auknu framleiðni sem hefur verið í áratugi og lent á fáum höndum. Takk fyrir það, Þorvaldur. Oddný Harðardóttir frá Samfylkingunni. Já, það alveg rétt að staða ríkissjóðs góð en vandinn sá að ávinningnum hefur ekki verið spilað nægilega út til almennings eða til velferðarkerfisins og við viljum leggja aukna fjármuni í heilbrigðisþjónustuna, til Landspítalans, til sjúkrahússins á Akureyri, til heilbrigðisstofnana út allt land, til að styrkja sjúkraflutninga og til að lækka greiðsluþátttöku einstaklinga og við viljum líka horfa til fjölskyldna í landinu og leita lausnum út frá sjónarhóli barna. Við viljum ekki að börn þurfi að flakka á milli skóla á óöruggum húsnæðismarkaði, að barnabætur hækki, að foreldrar geti verið í ár heima hjá nýfæddum börnum og að þeir geti styrkt stöðu sína, hvort sem í framhaldsskóla eða háskóla, að ömmurnar og afarnir fái mannsæmandi eftirlaun og öryrkjarnir í fjölskyldunni bætt kjör og við viljum greiða fyrir þetta með réttlátu skattkerfi og með sanngjörnum arði af auðlindunum, með útboði og aflaheimildum og með því að gisting og afþreying í ferðaþjónustu verði í almennu virðisaukaskattsþrepi og með raforkuskatti sem að stóriðjan greiðir að mestu. Takk fyrir það, Steingrímur J. Sigfússon. Já, við Vinstri græn munum styðjast við okkar eigin ríkisfjármála og efnahagsáætlun sem við höfum gert og stillt upp við hliðina á áætlun núverandi ríkisstjórnar. Og við teljum óumflýjanlegt að afla nokkurra tuga milljarða í viðbót í tekjur til að geta ráðist í þá fjárfestingu í velferðarkerfinu, heilbrigðis, menntakerfinu, bæta kjör aldraðra og öryrkja, lengja fæðingarorlof, búa betur að barnafólki og ekki síst í myndarlega uppbyggingar og endurnýjunar áætlun innviðanna sem þessi ríkisstjórn hefur vanrækt. Og vandinn sá að það þarf meira til núna vegna þess að ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar og kó, þeir hafa sólundað 3 árum og vanrækt þetta eins og allir vita, vegakerfið og svo framvegis. Við teljum að við getum náð þessum fjármunum án nokkura skattahækkana á almenning. En þá þarf til aukin auðlindagjöld til þjóðarinnar úr sjávarútvegi, orkunýtingu. Við viljum hækka skatta á auðmenn. Við viljum taka á skattaundanskotum og láta dótturfélög erlendra auðfélaga borga eðlilega skatta hér á Íslandi. Við teljum að það verði að hækka gistinóttagjald og eftir atvikum taka upp komugjöld yfir háannatíman og ríkið verða að deila þessum tekjum með sveitarfélögum. Þau verða að fá hlutdeild í auknum tekjum af ferðaþjónustu
til að byggja þar upp. Og þannig get ég áfram talið, sem sagt nokkri tugir milljarða í þessar nauðsynlegu innspýtingar án þess að auka hallan á ríkissjóði með einustu krónu og án þess að valda neinum vandræðum að öðru leyti í hagstjórn. Takk fyrir þetta og takk fyrir að virða tímamörkin. Ég held að við höfum kannski dregið línurnar svolítið hérna í upphafi. En það náttúrulega þannig, það heilmikið talað um íslenska skattkerfið sem bútasaumsteppi og núna nýverið voru lagðar fram svona tillögur að heildstæðum breytingum. Mér langar svolítið að heyra frá ykkur hugmyndir skattabreitingar af því að á því byggja nú tekjur ríkisins sem að þið viljið svo deila út á að hækka skatta og að lækka skatta, hvaða skatta á þá að hækka og hvaða skatta á að lækka og einmitt eins og Steingrímur nefnir kannski þessi þunna eiginfjármögnun sem heitir þessu, sem við köllum þessu óþjála nafni en snýst sem sagt skatt stóra fyrirtækja erlendra sem hingað koma og hefur sem gerir það verkum að það greiða lítinn skatt. Það er spurning hvort þeim ekki leyfa einhvern tímann þeim í miðjunni að byrja. Við byrjum ekki alltaf á endanum. Þorvaldur, ef að þú byrjar. Já, það er náttúrulega hreint hneyksli hvað stór erlend fyrirtæki hafa losnað við að borga skatta hérna. Maður velti bara fyrir sér hvort mann hafi bara verið beinlínis sofandi hérna í áratugi af því að þetta nú er ekkert nýtt yfir því að bæði við samningagerð og líka að laga löggjöfina að þessu þegar menn sjá þá í hverju þetta liggur. Það en sko okkar sjónarmið er einmitt það að létta skatti svona þegar til lengdar lætur af launum almennings og skattleggja hagnað fyrirtækina. En þá kemur líka á móti að fyrirtækin hagnast á því að fjármagnskostnaður minnkar með því að fjármálakerfi verði félagslega rekið. Þannig viljum við svona frekar einfalda hlutina heldur en alltaf vera að bæta við einu flækjustigi þegar menn plástra yfir eitt sárið í hver skipti. Jens, á hvað leið eru þið þarna? Já, við erum svolítið gamaldags í þessu og við lítum kannski tilbaka, kannski 20-30 ár. Tekjur manna eru almennt mikið hærri núna og skattkerfið er ekkert mikið harðara en við eigum ekki peninga til þess að sinna grunnþjónustu og tölum það að við þurfum jafnvel að selja eignir til þess að byggja sjúkrahús. Fyrir 30 árum síðan þá gátum við bæði byggt sjúkrahús og haldið út í heilbrigðiskerfi og almannatryggingakerfi og heimsmælikvarða og það gerðum við með tekjum samfélagsins sem voru náttúrulega innheimtar af sköttum og útsvari. Og eftir því sem við sjáum besta þá finnst okkur það að það hverfi allt og mikið af peningum sem sagt fram hjá venjulegum tekjuskatti og venjulegu útsvari eins og ég nefndi hérna áðan og ef við ætlum að stuðla að einhverju, til dæmis í atvinnurekstri, þá viljum við meina það að það eigi að kanalisera því þannig að það gefi skatttekjur til ríkisins. Það á ekki bara ríkið á ekki bara að stuðla að atvinnurekstri sem að skapar gróða og fáa bankareikninga og borga hvorki tekjuskatti útsvar. Er þið fyrst og fremst að miða við það að það sem þú talar í sambandi við skattaundanskot, er þið með einhverjar hugmyndir til Nei, við erum ekki að tala um skattsvik. Við erum bara að tala um hvernig þjóðfélagið hefur breyst. Við erum búin að fá hérna til dæmis þessa EHF-væðingu síðan fyrir 30 árum síðan og nú er bara fjöldi mann sem ekki rekur leigubíl hans að vera með á EHF. Og það er orðin geysilega mikil fjöldi af fólki í smáum rekstri og lítil fyrirtæki sem öll er á EHF og þar eru eigendurnir og þeir sem taka út arðinn út úr þessum fyrirtækjum, þeir taka hennan arð fram hjá tekjuskatti og útsvari. Og þetta er orðið mikið meira heldur en var hér á árum áður. Ég þarf ekkert annað en að fara vestur á firði og sjá hvernig hlutirnir voru fyrir 30 árum síðan þegar að útgerðin og fiskvinnslan var á meira og minni leyti rekið á persónulegum kennitölum og mennirnir sem stunduðu útgerðina og mennirnir sem sóttu fiskinn í sjóinn og höfðu háar tekjur, þau borguðu hátt útsvar og þau borguðu tekjuskatt. Bjarni, það er kannski rétt að þú takir þarna við og mér þætti líka ágætt að heyra ef þið látið það fylgja með hvort ykkur finnist að það eigi að vera ágangur af ríkissjóði. Það er að segja eins og er bara í lögum víða í Evrópu að yfir ákveðið tímabil að þá eigi hann að vera, eigi sá rekstur að vera í jafnvægi. Já, ég beitti mér einmitt fyrir því að við settum slíka reglu á Íslandi og hún kom inn í lögum opinber fjármál að við eigum að reka ríkissjóð jafnaði með afgangi. Og það er alveg óskaplega mikilvægt þegar við erum í svona uppsveiflu eins og núna að við nýtum þann tíma til þess að létta okkur skuldum. Skulum hafa það í huga að við erum í dag að greiða yfir 70 milljarða í vaxtagjöld á ári sem er meira heldur en við höfum samtals úr að spila í samgöngumál og löggæslumál svo dæmi sér tekið. Þetta er enga smá fjárhæð, þetta er 3. stærsti einstaki útgjaldaliður ríkisins.
Í sjálfu sér eru tekjur ríkisins bara nokkuð traustar þegar við horfum til þess umfang sem að við búum við í dag, það er að segja sem hlutfall af landsframleiðslu. Sama gildir frumjöfnuð ríkisins þegar við skoðum hver afgangurinn af rekstri ríkisins áður en við förum að borga vexti og horfum á aðra fjármagnsliði. Þá erum við líklega með einhvern best rekna ríkissjóð í Evrópu. Það fá ríki í Evrópu með viðlíka frumjöfnuð og við. Vandamál okkar eru vaxtagjöldin. Þess vegna höfum við lagt svona mikla áherslu á það að við byrjuðum að ná stöðuleika til þess að vaxtaprósentan kemur niður. Við höfum náð mjög miklum árangri í því. Það eru nokkur ár síðan við fórum út á lánamarkaði á allt öðrum kjörum heldur en okkur byggðist í dag og lánshæfismatið hefur batnað mjög ört og við þurfum að greiða upp, halda áfram að greiða upp skuldir. Það mun skapa svigrúm og í okkar áætlun þá erum við að gera ráð fyrir því að fara í öll þessi risavöxnu verkefni eins og til dæmis ég hef hér nefnt, við ætlum bæði að ganga frá nýjum Herjólfi, byggja hús íslenskra fræða, fara í átak í samgöngumálum, byggja nýja Landspítala, auka framlög 18% inn í heilbrigðismálin, 18% raunaukning, það er eins og við tækjum stöðuna eins og hún er í dag og myndum bæta 18% við og þetta er fyrir utan laun. Og sama gildir í menntamál og annað, en ef menn ætla að sækja marga 20 milljarða í skatttekjur og eyða þeim öllum samstundis, þá er ríkið að auka umsvif sín í hagkerfinu og það mun valda spennu sem að mun valda síðan á endanum verðbólgu og hærri vöxtum. En við erum að nefna breytingar á skattkerfinu. Á ég að taka því sem svo þegar þú segir að tekjur ríkisins eru stöðugar og hérna bara á nokkuð góðum grunni að þið hyggist ekki breyta kerfinu á nokkurn hátt. Ég vil segja varðandi einstaklinga, við finnst skattprósentan ennþá of há og jaðarskattarnir eru allt of háir. Samspil tekjuskattskerfisins og bótakerfana með öllum sínum jaðaráhrifum leiða til þess að fólk er að tapa upp undir 45% af 100 krónum sem það vinnur sér aukalega inn í jaðarskatta. Það sér ekki ábatinn af því að bæta við sig eða fá launahækkun eða annað þess háttar í neinni líkingu við það sem að ætti að vera. Og hjá fyrirtækjunum er það útsvarið sem ég er aðalega að hugsa en við getum ekki farið í að lækka útsvarið mikið. Tryggingagjaldið. Nema það, já, fyrirgefðu, ég ætla að segja tryggingagjaldið. Ég var að tala tryggingagjaldið hér. Fyrirtækin borga lítið útsvar. Já, það eru einstaklingar sem borga útsvarið. Við ætlum reyndar að afnema lágmarksútsvar. En í tryggingagjaldinu, þar sem að fyrirtækin eru að greiða, þar erum við að tala um það að lækka það, en við þurfum að gera það í góðum takti við það sem er að gerast á vinnumarkaðnum. Takk fyrir þetta, Bjarni. Afnema lágmarksútsvar, það eru ákveðin tíðindi. Ef við förum til ykkar í Bjartur framtíð, hverjar eru ykkar hugmyndir skattkerfið? Já, það er kannski, ég tek boltan út frá útsvarinu sem var verið að tala um hérna og þá finnst okkur svolítið skrítið að fólk sem býr í við það að vera með fjármagnstekjur, það greiðir ekki útsvar til sveitarfélaga og svo náttúrulega eru auk þess sem að við myndum vilja sjá, það er auðvitað að sveitarfélögin fái tekjur af ferðamönnum og til þess að byggja upp í sveitarfélögunum og bara út allt land og það er svona ákveðin byggðastefna sem er fólgin í því. En ég held að við ættum ekki að hrófla mikið við skattkerfinu, það væri miklu frekar að einfalda það og auðvelda jafnvel minni fyrirtækjum að svona stunda sín rekstur og auðvelda virðisaukakerfið, einfalda það líka. Þá í eitt þrep eða? Já, það er svona það sem við viljum leggja áherslu á. Kæra þakkir, Oddný. Já, í hinum norrænu ríkjunum þar sem að jafnaðarmenn hafa löngum verið í meirihluta, þar er þrepaskipt skattkerfi og síðan góður stuðningur við börn og góður húsnæðisstuðningur einnig. Við viljum líta til Norðurlandana sem eru bestu velferðaríki í heimi og við viljum þrepaskipt skattkerfi og við viljum hækka barnabætur og í okkar útreikningum núna þá gerum við ráð fyrir að þær 30.000 fjölskyldur sem fá barnabætur í dag fái hærri barnabætur og 10.000 bætist þar við og við stefnum síðan í sömu átt og Norðurlöndin hvað það varðar. Við viljum að vaxtabætur komi til móts við vaxtakostnað hjá ungu fólki og kynntur reyndar í dag sérstaka hugmyndum forskot á fasteignamarkaði þar sem að við gerum ráð fyrir að vaxtabætur séu fyrirframgreiddar og það má lesa þá leið á heimasíðunni okkar. Þarf að endurgreiða þær ef viðkomandi á svo ekki rétt á vaxtabætum eða þær eru lægri en reiknaði með? Nei, þetta er bara forskot sem þú færð. Ef að þú fellur undir skilgreininguna af tekjumörkum og eignamörkum fyrir vaxtabætur og þá getur þú fengið þær fyrirfram ef þú átt ekki íbúð eða hefur ekki átt íbúð í 3 ár.
en þú færð svo ekki vaxtabætur í næstu 5 ár á eftir. Allar tæknilegar útfærslur eru síðan á heimasíðun okkar. Við viljum taka inn réttlátt og fullt verð fyrir auðlindirnar okkar. Við leggjum ríka áherslu það að við förum útboðsleið í Hvað þegar segir réttlátt og fullt verð? Hvað áttu við nákvæmlega? Það verð sem að útgerðarmenn eru tilbúnir til þess að greiða, þeir keppa auðlindina og bjóða í. Og þannig getum við fengið fullt verð. Við teljum þessi leið sem að farin þar sem að stjórnmálamenn setja nánast puttan upp í lofti til þess að ákveða kílóaverðið sem að þjóðin á að fá, að hún geti ekki gengið og það ástæða til þess að tortryggja hana og fólk velti fyrir sér hvort það sé verið að hygla einum umfram aðra. Þannig að bjóða út sanngjarnt og gegnsætt og við viljum taka það kerfi upp. En ég vil nefna eitt, mér finnst mjög mikilvægt að við lækkum greiðsluþátttöku einstaklinga í heilbrigðiskerfinu. Það ákveðin skattlagning að rukka sjúkt fólk og þegar það stendur veikast fyrir, þegar það fer til læknis. Þetta kom kannski dálítið vel fram í síðustu viku í þegar vorum að ræða heilbrigðis- og velferðarmál. Já, en sjáðu til. Hér talað stöðuleika og verðbólgu og ég sammála því að við þurfum að passa upp á þetta tvennt. En krónan í vasa sjúklinga veldur ekki meiri óstöðuleika eða verðbólgu heldur krónan í vasa útgerðarmanna. Takk fyrir það, Oddný Steingrímur. Já, ég vil nú segja mjög eiginlega nánast fyndið loforð hjá Bjarna Benediktssyni sem talið til tíðinda að afnema lágmarksútsvar við þær aðstæður sem sveitarfélögin í landinu búa við. Lang flest þeirra fullnýta útsvarsstoppsinn með hann í botni og það væri þá örfá rík sveitarfélög sem gætu kannski farið niður úr þessu gólfi sem nú Ég held að væri nær að ræða hér hvernig ætlum við að deila betur tekjum með sveitarfélögum. Þannig að þessi 2 stjórnsýslustig sem sameiginlegur ábyrgð fyrir velferðarsamfélaginu á Íslandi, þau búi við einhverja svipaða afkomu. Í öðru lagi vil ég segja, ég algjörlega sammála Bjarna það að sjálfsögðu mikilvægt að reka ríkissjóð með afgangi og alveg sérstaklega þegar við erum komið langt inn á uppsveiflu í hagkerfinu. Við erum á 7. ári samfellds hagvaxtar og ríkissjóður væri rekinn með miklu myndarlegri afgangi þessi árin ef að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks hefði ekki verið svona rausnarleg við tiltekna aðila strax í byrjun kjörtímabils að stórlækka veiðigjöld á eigendur sjávarútvegsfyrirtækja, að fella niður auðlegðarskatt af ríkasta fólkinu í landinu, að fella niður orkuskatt af stóriðjunni og svo framvegis. Ég hefði viljað hafa þessa peninga inni í ríkissjóði til þess að vera með meiri afgang, b, að geta sett meira í velferðarkerfið og innviðina vegna þess að við verðum fyrr eða síðar að mæta þeirri uppsöfnuðu þörf. Og vandinn sá að Bjarni Benediktsson segist núna ætla að fara að gera alveg reiðinar ósköp. En af hverju var ekki eitthvað af þessu gert síðastliðin 3 ár sem nú á að fara að gera? Þegar aðstæðurnar í hagkerfinu voru betri, þegar það var ennþá slaki til staðar, þegar ennþá mátti fá góð verð í útboðum og svo framvegis. Ég viðurkenni alveg að það hagstjórnarlega vandasamara í dag að bæta inn miklum opinberum fjárfestingum. En ég tel að það sé hægt, enda sé hver króna í útgjöldum full fjármögnuð, þeir fjármunir teknir úr umferð á móti og valin verkefni sem dreifast vel hagkerfið, landið. Og þannig sjáum við þetta fyrir okkur og þess vegna í okkar áætlun hver einasta króna sem við ætlum að setja í viðbótar útgjöld í heilbrigðismál, menntamál, velferðarmál, innviði, hún verður full fjármögnuð. Það mikið rætt veiðigjöld í hverjum einasta þætti í rauninni sama hvaða málaflokka verið að ræða vegna þess að þau eiga að fjármagna og þá eru svona almennt flestir sammála því okkar viðmælenda sem hingað hafa komið að þau séu of lág, auðlindagjöldin og þá ekki síst veiðigjöldin. Þessi nefndum skattkerfisbreytinga gagnrýndi sérstaklega að þetta væri lélegt kerfi sem skilaði ekki nógu miklu. Þú verður eiginlega að fá að bregðast við þessu, Bjarni, því að þetta eiginlega þín deild. Já, ég ætla bara fyrst að fá að koma einu að vegna þess að hér því skotið á mig að við höfum verið að gera skattkerfisbreytingar sem hafa verið ósanngjarnar. Það sem við gerðum í upphafi kjörtímabilsins var að við léttum sköttum að heimilunum með breytingum á tekjuskattskerfinu, svo runnu nokkrir tímabundnir skattar út, tímabundnir, samkvæmt því sem Steingrímur og félagar ákváðu á sínum tíma, tímabundin auðlegðarskattur, tímabundin raforkuskattur, þá voru skrifið bréf til þess að staðfesta að þetta yrði bara tímabundið, en tímabundin skattar eru held ég ekki til í orðabók Vinstri grænna þegar vel er gáð. Þannig að það stendur aldrei til að hafa það tímabundin, það á alltaf að framlengja það.
Þessi skattar runnu út, það var engin sjálfstæð ákvörðun tekin það. Varðandi veiðigjöldin, það fyrir engin ríkisstjórn og engin ríkissjóður á lýðveldistímanum innheimt jafn mikil veiðigjöld og hafa skilað sér á þessu kjörtímabili. Það aldrei gerst áður. Þau eru samt töluvert lægri núna en þau voru í upphafi kjörtímabilsins. Það sem við gerðum var, við hækkuðum veiðigjöldin á uppsjávarveiðina sem að gekk best. Við lækkuðum vissulega á bolfiskinn, en þegar að vel gáð, þá kemur í ljós að það eru tugir ef ekki 100 útgerðar all land sem hafa þurft að vera á sérstakri undanþágu frá veiðigjöldum samkvæmt í kerfi sem að komið var á tímum síðustu ríkisstjórnar vegna skulda. En mátti þá ekki breyta kerfinu? Eða það var svona lélegt? Við höfum verið að breyta kerfinu. Það var óframkvæmanleg útfærsla á borði ríkisstjórnar þegar við tókum við og við þurftum að bregðast við því. Ég sammála því að útgerðirnar eigi að greiða sanngjarnt gjald. Og þetta engin ágreiningur í íslenskum stjórnmálum. Mér finnst menn hins vegar ætlast til þess að sækja full mikið til sjávarútvegsfyrirtækjanna til þess að gera alla mögulega hluti ómögulega. Ég held að þetta sé fullkomlega óraunhæfar hugmyndir þegar vel gáð og ég einfaldlega talsmaður þess að við höldum áfram með sjávarútvegsstefnu á Íslandi sem að skilar áfram þeim miklu verðmætum sem þau gera í dag. Við erum sú þjóð í heiminum sem skapar mest verðmæti úr sjó, úr hafinu vegna þeirra fiska sem við erum þangað að sækja. Engin þjóð, ekki eins og Norðmenn, standa nálægt okkur í verðmætasköpun og við höfum ekki að gera breytingar á því kerfi sem að fórnar þeim mikla ávinningi sem að gagnast allri þjóðinni og við getum vel haldið áfram að taka gjald á sama tíma. Takk fyrir það, Bjarni. Ég gerir ráð fyrir að auðlindamál verði rætt með ennþá meira í næstu viku. Mér langar til að biðja ykkur að svara spurningu sem að snýst það hversu mikið hið opinbera á að grípa inn í til að jafna kjör landsmanna. Þetta svona ákveðið grundvallaratriði í pólitík og ef við byrjum þarna megin núna, Steingrímur. Já, ég verð þá að segja bara í leiðinni að þegar Bjarni Benediktsson telur þeir hafa staðið sér vel í að innheimta veiðigjöld, þá er það vegna þess að þeir fengu 12-13 milljarða í veiðigjöld í arf frá okkur á fiskveiðiárinu 2013-14. Þau eru komin yfir í 4 milljarða, 4-4,5 milljarða nettó. Það snýr líka að því að jafna kjörin vegna þess að einhvern veginn öllum við sameiginlega fjármagna heilbrigðiskerfi, skólakerfi og svo framvegis og þeim mun minna sem eigendur kvótans borga, þeim mun minna sem auðugustu fjölskyldurnar borga, þeim mun minna sem orkufyrirtækin borga eða komast upp með að borga ekki vegna þess að þau fleyta arðinum úr landi í formi vaxtagreiðslna til móðurfélaganna. Þeim mun þyngri verða byrðarnar á okkur hinum. Við viljum að sjálfsögðu nota skattkerfið bæði til skilvirkrar tekjuöflunar en líka til þess að jafna kjörin og og dreifa byrðunum með sanngjörnum hætti. Og ég tel að við höfum sýnt á síðasta kjörtímabili að okkur treystandi fyrir því verki og við munum gera það aftur á næsta kjörtímabili ef við fáum tækifæri til. Oddný. Ég vil fá að tala um hana. Já, þú fær tækifæri til þess eftir andartak. Við jafnaðarmenn, við getum nú bara ekki talað skattkerfið án þess að tala bæði tekjuöflun og jöfnunarhlutverk í sama orðinu. Við viljum nota skattkerfið til þess að ná í tekjur, til að standa undir góðri velferð og einnig til þess að jafna stöðu fólks í samfélaginu. Til dæmis eru barnabætur hugsaðar til þess að jafna stöðu barnafólks við hina sem ekki eiga börn. Og núna út allan heim talað 1% sem á stærsta hlutan af öllum auðnum. Og við erum að sigla inn í slíkt system hér og við eigum þess vegna að horfa á eignaskatta, á stóreignaskatta til þess að passa það að eignasöfnun safnist ekki að fara hendur hér í íslensku samfélagi. Takk fyrir það, Þorvaldur frá Alþýðufundinum. Já, við viljum mikið inngrip til þess að jafna og ekki bara með skattkerfinu. Við erum þeirra skoðunar að við þurfum að stefna því að það verið hreinlega lögfestur hámarks launamunur í landinu. Það auðvitað engin hemja að tiltölulega fámennur hópur geti skammtað sér við líka ofurlauna þeir séu nánast hvað maður sé að það safnist yfirgnæfandi meirihluti af eignum samfélags á hendur örfára prósenta. Og það auðvitað menn velta fyrir sér hvernig það sé hægt í markaða samfélagi og það einmitt það að við viljum minnka vægi markaðarins, við viljum minnka tök markaðarins á samfélaginu og þeir sem að reka fyrirtæki og geta bara kannski borgað sér
þreföld laun, þreföld lágmarkslaun. Ef þeir ætla að fara umfram það, þá eru þeir hreinlega að stela af skattstofnin sem að samfélagið á rétt á að fá hlutdeild í. Og það þannig viljum við stilla því upp að við erum þeirra skoðunar að í raun og veru skattarnir nái tiltölulega skammt til þess að jafna. Og það er einmitt þannig að með hagvaxtarkröfunni, þessi kröfu alltaf stöðugan hagvöxt til þess að veri meiri og meiri velta í samfélaginu til þess að skapa meiri og meiri gróða, þá eru menn þarna á toppnum sem taka til sín gróða út úr veltunni og skilja svo eftir skuldirnar handa okkur en við þurfum í raun og veru hagvöxturinn ekkert góður fyrir okkur, almenning. Takk fyrir það. Jens, þú ætlaðir að held ég... Já, ég vil fá að tala hérna bæði um kvótakerfið og vil fá að tala um sjávarútveg. Ég ætla að kannski ræða um kvótakerfið. Ég var aðalega hugsa út í hann Steingrímur sem að Steingrímur sagðist. Við skulum ekki gleyma því hérna að Steingrímur er faðir kvótakerfisins. Hann er eini maðurinn á Alþingi á Íslandi sem er ennþá einn af þeim sem að samþykkti frjálst framsal á aflaheimildum. Við munum hins vegar að ræða það sérstaklega næstu viku, auðlindir og umhverfismál og við viljum gjarnan heyra frá þér um það hvaða hlutverki hið opinbera á í því að skapa hérna jöfnuð. Hversu stórt hlutverk á hið opinbera að hafa, hversu mjög á það að hafa hönd í bagga við að jafna hér kjör? Það á að hafa hönd í bagga við að jafna kjör og við höfum náttúrulega, sumt eigum við ekki og annað eigum við. Við höfum að gera greinarmun á því sem við eigum og því sem við eigum ekki. Og við til dæmis í Íslensku þjóðfylkingunni, við segjum og ég er í framboði fyrir þá í sjávarútvegskjördæmi. Og þar sjáum við hvernig við getum jafna kjör. Við eigum að hleypa smábátaflótanum út að fiska núna vegna þess að alltaf hafið er fullt af fiski og þar eigum við að leyfa þeim að taka þennan umfram afla sem hægt er að taka og sem við viljum leyfa að taka og láta þá taka það umfram kvóta. Það gefur laust svigrúm fyrir aðra báta til þess að fiska kvótapotta sem er verið að deila núna á milli manna. Við viljum að atvinnustarfsemin í sjávarbyggðunum að hún byrji aftur að færast í það horf sem var áður og við teljum að svigrúmið sé til þess núna. Einu skilyrðin sem við setjum er svo að hver einast maður eigi að fá fulla rétt á því að veiða þann fisk sem hann getur sem einyrki svo lengi sem hann gerir það á sinni eigin kennitölu og að tekjurnar af því verði tekjuskattsskyld laun og útsvarsskyld laun. Við höfum búið til stærri sjávarútvegsstefnu heldur en það sem ég get sagt hérna en það er tvö grunnprinsippundir í því og fyrsta prinsipið er það að arðurinn á í sem mestu mæli að verða eftir þar sem hann er búinn til og í öðru lagi þá lítum við þannig á að peningar séu eins og skítur og þeir koma mestu gagnum þegar driftir úr þeim og svona var landi byggt upp og við viljum snúa aftur til þess og byrja á sjávarútveginn. Takk fyrir það Jens Bjarni. Á jöfnuðin að vera mikil? Með jöfnuðin? Já, það er nú ágætt að byrja þessa umræðu því að staðsetja Ísland. En hafa þetta frekar stutt við margt sem við ætlum að ræða. Já, ég ætla bara að fá að koma því að jöfnuður er einna mestur í heiminum á Íslandi. Bara þannig að við byrjum umræðuna þar. Ég tek eftir því að nú segir fólk, Steingrímur sem á sín tíma kynnti til sögunar auðlegðarskattinn vegna bárastöðu ríkissjóðs og nú segir hann, við viljum líka hafa hann í góðæri, þó hann hafi verið kynntur til sögunar sem tímabundinn skattur. Og Oddný sem boðaði það fyrir síðustu kosningar að þetta fella niður, þá boðar hann sem sérstakt jöfnunartæki eða sanngirnistæki einhvers konar. Við ömumst ekki við því þó að sumum gangi betur en öðrum í Sjálfstæðisflokknum. Við viljum hafa jafnar, sanngjarnar leikreglur og við viljum kraftmikið atvinnulíf, verðmætasköpun í landinu. Það tryggir getu ríkissjóðs til þess að reisa hér þétt riðið velferðarnet. Við viljum hjálpa þeim sem eru hjálpar þurfi, hjálpa fólki til sjálfshjálpar. Við viljum koma tekjulágum fjölskyldum, einstæðingum, barnafólki, sérstaklega til aðstoðar. Það tala nú ekki þeim sem eru glíma við örorku eða fötluðum. Þessu fólki þarf að hjálpa, en við höfum ekki að vera með risastórt millifærslukerfi eins og við erum með reyndar í ofmiklu mæli í dag. Við tökum háa skatta á fólki sem er upp undir 1 milljón, en við skilum síðan tilbaka til dæmis í vaxtabætur til slíks fólks, jafnvel barnabætur þegar einstaklinga er að ræða. Svona millifærslukerfi held ég að sé okkur ofvaxið og til óþurftar. Við höfum fyrst og fremst að beina aðstoð okkar að þeim sem eru fyrir neðan meðaltekjur. Takk fyrir það. Theodóra. Já, ég vil nú bara einna helst taka þetta út frá heimilunum og hver eru útgjöld heimilana í dag og
Það auðvitað snar breyttist þegar að nýr atvinnuvegur fór að hasla sér völl hér á Íslandi og sennilega sirka fyrir 2011, fyrir nokkrum árum síðan, sem hafði gríðarlega áhrif á húsnæðismarkaðinn og það sem að fjölmargir sem búa við óöryggi á húsnæðismarkaði, þeir borga gríðarlega háan húsnæðiskostnað, háan samgöngukostnað og eftir situr bara mjög litlar og takmarkaðar tekjur til ráðstöfunar. Húsnæðismarkaður er vandamál og við þurfum að taka á honum og við gerum það ekki öðruvísi. Mér finnst alltaf verið að bregðast við einhverjum vanda. Við erum ekki að bregðast við fyrirfram og eins og með ferðaþjónustu til dæmis. Við erum í dag sagt að tekjur af ferðaþjónustu er 360 milljarðar ári. Það einhver vegvísi sem búið að búa til, við erum ekki búin að marka einhvern stefnu til framtíðar í ferðaþjónustu, af því hún hefur svo gríðarlega áhrif bara á allt okkar samfélag. Það sagt að 2025 eða 2030 að þá verða mögulega tekjur af ferðaþjónustu 1000 milljarðar. Við erum að fara að margfalda mögulega ferðaþjónustuna. Þetta er svona krani sem búið að skrúfa frá og við erum ekki að stýra því. Og þegar það er engin stjórn á ferðaþjónustunni, þá bara, þá veit maður ekki hvar þetta endar og það hefur áhrif á heimilin, það hefur áhrif á húsnæðismarkaðinn svo leggur sig. Við erum að byggja upp fjölmörg, við erum að bregðast við með einhverjum lögum almenna íbúðir, við erum að fara að byggja blokki með ASÍ, við erum alltaf að bregðast við einhverjum vanda, en við tökum ekki raunverulega á því sem er raunverulega sem er orsök. Við erum alltaf að taka við afleiðingum og það finnst mér skipta mestu máli hér, gagnvart bara samfélaginu og landinu öllu, hvað ætlum við að gera með ferðaþjónustuna? Og mér finnst það bara forgangsmál. Það hefur það mikil áhrif á heimili, bæði gagnvart svo ég segi, kostnaði og samgöngum. Takk fyrir það. Við ætlum einmitt að nefna ferðaþjónustuna kannski eftir. Við höfum eftir aðeins að fara yfir í atvinnulífið þótt þetta hangi nú svo sem allt saman. Okkur langar samt að fá frá okkur líka af því að nú bara ríkið fékk heilmikið af eignum í fangið eftir hrun og töluvert að þeim hefur verið selt en bankarnir eru ennþá í eigu ríkisins. Viljið þið selja bankana, hversu hratt og hverjum? Og nú horfum við bara, það grípur engin orði, þannig að... Ég skal byrja. Ég fór einmitt á mjög athyglisverða mynd bankahrunið, Rannsakt heitir myndin og það sem að saga mín og föður míns sögð í þeirri mynd og það er átakanlegt að horfa á raunverulega mistökin sem voru gerð hér fyrir hrun með einkavæðingu bankana og það eru hvernig síðan var brugðist við hruninu og hvernig bankarnir hafa einhvern veginn spilað með þetta þjóðfélag og við sitjum upp með kostnaðinn og það er ennþá í dag verið að vinna úr þessu bankahruni og fjölmargir sem eru ennþá að berjast við afleiðingar hrunsins og ég segi, gagnvart þessum bönkum, við þurfum að endurskoða bankakerfið, við þurfum að skoða þessar áhættu fjárfestingar, við þurfum að gera það til þess að vernda okkur, vernda þjóðina og vernda heimilin. Við eigum ekki að fara út í það bara að óskoðu að einkavæða bankana nema að endurskoða þetta kerfi algjörlega í heild sinni. Við höfum tækifæri til þess núna þegar eignarhlutur ríkisins er svo stór í bönkunum. Bjarni, það nokkuð ljóst hvar þú stendur í þessu? Já, ég þeirra skoðunar að það sé ekki rétt að við til lengri tíma séum með 450, kannski 500 milljarða bundna í Landsbankanum og Íslandsbanka. Það eru tölurnar sem við erum með bundnar í hlutabréfum í þessum bönkum. Nú Arion banki í einhvers konar söluferli, við sjáum hvernig það fer. Ég lít þannig á framtíðina að í ríkið eigi að vera með drjúgan hlut í Landsbankanum, ég hef nefnt 40% í því samhengi. En við munum ekki geta selt báða bankan í einu og við höfum heldur ekkert að flýta okkur að því. Við höfum að setja okkur langtíma markmið, við tölum fyrir því að almenningsvæða bankana og með því eigum við að það sé tekin drjúgur hlutur bankana og einfaldlega afhentur heimilunum í landinu, landsmönnum, sem eru jú á endanum, hinnir endanlegu eigendur þessara hlutabréfa. Samhliða því verði bankinn skráður, þetta gæti verið hvort sem Íslandsbanki eða Landsbanki sem mætti þarna í hlut, og yfir lengri tíma þá drægi ríkið úr eignarhlut sínum. Þessa fjármuni getum við notað í miklu þarfari verkefni og eins og ég get nú tekið vel undir það sem að svo sem hér stendur við hliðina á mér var að nefna varðandi regluverkið að þá
megum við ekki gleyma því sem að hefur verið gert. Við erum líklega með einhverja best fjármögnuðu banka í Evrópu. Við erum með gjörbreytt bankakerfi, gjörbreytt. Allt annað regluverk miklu stífara og þar hættur sem að urðu okkur að falli á sínum tíma eru ekki lengur til staðar. Langtíma markmið að selja bankana, Jens frá fylkingunni. Já, ég tel sjálfsagt að selja Íslandsbanka. En við teljum það nauðsynlegt að vera haldið eftir einum banka allavega tíma. En svo aftur annar mál þegar við talaðum banka, já og svo kemur því náttúrulega að til dæmis þetta að gefa öllum Íslendingum til dæmis hlutabréfin í Íslandsbanka, það náttúrulega auðveldasta leiðin til þess að koma á fáar hendur. Það nákvæmlega alveg eins og Steingrímur þegar hann gaf sjávarútveginn allan á fáar hendur á margar hendur og nú hann komin á fáar hendur. Það mun líklega taka skemmri tíma heldur en að tók með sjávarútveginn. En að því sögðu, þá eru aðrir hlutir í íslensku bankakerfi heldur en bara bankar og stóri bankar sem hafa farið á hausinn. Það eru sparisjóðir sem hafa horfið og það eru sparisjóðirnir sem þarf að endurreisa. Og ef að Bjarni færi einhverja 100 milljarða út úr til dæmis út úr Íslandsbanka, þá væri alveg tilvarið og við myndum segja að það væri rétta notkun á þeim peningum, það væri að koma að stað sparisjóðakerfinu sem að hvarf á sínum tíma. Þetta sparisjóðakerfi, það stóð undir atvinnurekstri, smáum atvinnurekstri og stóð undir lánveitingum hringinn í kringum landið. Skiljið þið rétt, þú vilt sem sagt að ríkið endurreisi sparisjóðakerfið? Ég vil að sparisjóðakerfið verði endurreist, en hvort að það er ríkið sem gerir það, en þá allavega stuðla að því og þá allavega ganga þannig frá lagasetningu að sparisjóðakerfið geti aldrei aftur horfið. Það má ekki vera til neitt sem heitir fé án hirðis og það detti bara út. Já, við viljum ekki selja bankana, við viljum að hins vegar viljum breyta því í félagslega reknar stofnanir. Og við viljum í raun og vera að alla bankana fyrir ekki þau, alla bankana, allt já, við viljum bara ríkið á. Við viljum stefna að því að þessi spekulatífa fjármálastefna sem gengur út á brask verði svona ítt til hliðar. Og við viljum að verði meira peningum eftir hjá fólkinu sem skapar það og til dæmis eins og með húsnæðismálin. Af hverju svona mikið sveiflu í húsnæðismálin? Það ekki út af því að þörfin fyrir húsnæði sveiflist svona mikið. Það heldur vegna þess að fjárfestarnir, þeir eiga mist auðvelt með að græða á því. Það var ekki út af því að fólk hætti að þurfa að búa í húsnæði sem í hruninu var hætt að byggja. Og nú sitjum við uppi með það. Og akkur svona lítið verið að byggja og það helst verið að byggja húsnæði sem að fáir hafa efni á að kaupa. Og svo til dæmis þegar að fyrir ríkisstjórn var búin að reka nokkur þúsund fólk út á götuna, þá fór náttúrulega Íbúðalánasjóður, hélt þessu hjá sér og fleiri lánastofnanir. Svo var farið að selja þessar íbúðir, margar í slæmu ástandi. Ég nú til dæmis trésmiður og ætlaði nú að reyna að útvega mér ódýra íbúð, en þá var það þannig. Það var bara ætlað fyrir stórfjárfesta að kaupa íbúðir, Íbúðalánasjóð sem hann hafði leyst til sín. Við erum ekki sátt við svona. Við viljum að fólk geti, að eigi allir að njóta þess bara að vinna sig áfram. Takk fyrir það, Oddný, viljið þið selja bankana og það má kannski bæta við. Það náttúrulega búið að selja töluvert af öðrum fyrirtækjum sem hafa verið í ríkiseigu og á að halda því áfram. Já, við þurfum auðvitað að læra af þessari bitru reynslu þegar bankarnir urðu allt of stórir, tóku stórkostlega áhættu og kostnaður við falli lenti síðan á almenningi í landinu. Núna þegar við erum nánast með bankakerfið í fanginu, ríkissjóður, að þá eigum við að grípa það tækifæri og ákveða hvernig við viljum hanna kerfið til framtíðar. Hvernig á það að vera og hvað á að vera stórt. Og mér finnst að við eigum að aðskilja fjárfestingabankastarfsemi frá þjónustu við venjulegt fólk og fyrirtæki. Og þegar við erum búin að þessu, þá getum við haft hér banka sem að taka áhættu og bera kostnaðinn ef við illa fer sjálfir. Og síðan erum við með aðrar bankastofnanir sem að ávaxta sparifé almennings með lágmarks áhættu og sjáum svona greiðsluflæði sem að venjuleg fyrirtæki og venjuleg fólk þarf að fá þjónustu við. En þá er þetta að selja bankana? Nei, við eigum fyrst að gera þetta, fyrst að bara raða niður hvernig viljum hafa kerfið og hversu stórt á að vera, áður en við tökum umræðin það,
hvort við ætlum að selja eitthvað hlut eða ekki. Ég sé fyrir mér að áhættustarfsemin verði ekki í eigu ríkisins en hinn starfsemin gæti hins vegar orðið það. Og varðandi aðrar ríkiseignir, þá þurfum við auðvitað að selja þær frá okkur. Það er ekki ástæða til þess að ríkið haldi þessu öllu hjá sér og reki, en hins vegar verður ferlið að vera mjög gagnsætt og allt upp á borðum og við getum fylgst með ferlinu og hverju það eru sem að fá að bjóða í. Ég get vel skilið að fólk hafa áhyggjur af því þegar Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn er að sjá sölu eigna eða sölu banka, því að það fór ekki vel síðast, en við þurfum þá bara að passa að umgjörðin sé gegnsæ og almenningur geti fylgst með. Verðum aðeins að spýta í lófana, Steingrímur, bankasala. Já, ég aðeins bara fyrst veltaði fyrir mig hvort Jens sé nokkuð að fara mannavilt, hann sé að rugla mér saman við Halldór Ásgrímsson eða Þorstein Pálsson eða einhvern annan sjávarútvegsráðherra á hinni öldinni. En varðandi bankana, þá tel ég nú að við eigum nú að hafa eitthvað lært af því. Mér finnst ekki koma til greina að vera til dæmis að hrófla við Landsbankann. Hann á að vera þjóðarbanki, Landsbanki, helst með ríkari samfélagslegar skyldur, byggðarlegar skyldur, og Íslandsbanka væri beinlínis óskynsamlegt að selja næstu árin vegna þess að hann á bara að borga arð til eigandans, ríkisins. Ég tel hins vegar, og við höfum barist lengi fyrir því að færa út úr viðskiptabönkunum áhættusamasta reksturinn, fjárfestingabankastarfsemina og slíkt, og það kynni að vera lag til þess að ríkið noti eignarhald sitt, láti bankana skipta því upp og hugsanlega mætti þá útvista eða selja áhættustarfsemina, fjárfestingabankastarfsemina. En ríkið á ekki að fara í neitt glæfaraskap í þessum efnum, svo ég leyfi mér nú stundum að minna á, bankarnir fóru ekki á hausinn á meðan ríkið átti þá, en það tók aðeins 6 ár. Það tók aðeins 6 ár. Landsbanki þurfti innspýtingu. Tók aðeins 6 ár, já, og greiddi allt tilbaka eftir nokkuð misseri. Já, hann var farin í vandræði. Bankarnir fóru ekki á hausinn meðan ríkið átti þá. Það var einkaframtakið sem kom því í verk á 6 árum. Landsbanki lenti í vandræðum á síðasta ári til síðustu aldar. Það er nú bara þannig. Smávægilega aðstoð sem hann þurfti og hann endurgreiddi allt tilbaka eftir nokkuð misseri. Ég heyri mikinn samhljón á milli ykkar. Hvað erum við búin að leggja mikið í Íbúðalánasjóð? Hversu marga 10 milljarða? Þetta er auðvitað alveg ótrúleg kenning að það geti ekkert gerst ef að ríkið heldur utan reksturinn. Það má bara ekki nefna þessa reynslu. Jú, það er sjálfsagt. Það er fjármagnað með okkur lánum og lífeyrissjóðum. Það er auðvitað meira en sjálfsagt, en það er líka mjög athyglisvert að heyra það frá Samfylkingunni að það standi ekki til að selja banka, vegna þess að það eru nokkrar vikur síðan að Samfylkingin lagði fram þingmál þar sem að því var frestað nokkra mánuði að halda áfram söluferlinu. Það átti sem sagt ekki að gerast í tíð þessar ríkisstjórnar, heldur strax að afstöðnum kosningum. En núna er þetta ekkert sent langt inn í framtíðina og þessir tveir flokkar, Vinstri grænir og Samfylking, teldu fram langtíma áætlun þegar þau voru saman í ríkisstjórn þar sem átti að fjármagna alla skapaða hluti einmitt með sölu banka. En nú er búið að leggja þau áform til hliðar. Nú er það alveg ómögulegt plan. Þetta er ekki sérlega málefnalegum málflutningum. Þetta er rétt, það er bara það sem þetta er. Jú, þetta er rétt, það er alveg svo rétt hjá hann Jens að þú ert eini maðurinn sem enn á þingi sem að samþykkti frjálst framsal. Við viljum hafa heimildin í fjárlögum til þess að ríkið gæti mögulega selt þann hlut sem það fengi frá gamla Landsbankanum. Þessi þáttur er kannski fann að róa aðeins og mikið sagnfræði akkurat núna. Við fjármagnast af arðgreiðslum bankana sem hafa svo heldur betur verðum að fá að halda áfram. Já, og spýta í lófana af því að þið eru svolítið að tala um það sem er og það sem var, en þessar kosningar fjalla náttúrulega næstu 4 ár. Já, okkur langar til að heyra svona ykkar hugmyndir það hvert hlutverk ríkisins eigi að vera þegar kemur að því að skapa ný störf. Það er mikið talað um atvinnulífið og störf hér í landinu og á til að mynda ríkisvaldið að skipta sér að því hvers konar störf verða til og hvar þau verða til. Og já, ég veit það ekki, ég var að byrja á Þorvaldi frá Alþýðufylkingunni. Já, það er nefnilega... Það fyrir ekki og ég ætla að biðja ykkur að hafa svörin dálítið knöpp. Okkur finnst skipta máli hvers konar störf eru. Við viljum til dæmis auka fjölbreytni í framleiðslu og verðmætasköpun almennt, sem hann getur náttúrulega verið þjónusta líka. Við viljum til dæmis auka fjölbreytni í landbúnaði, meðal annars af umhverfisástæðum til losna við mengandi flutninga yfir hálfan hnöttinn og svo framvegis og það sem sagt þessi starfsemi má gjarnan stuðla því hún sé á félagslegum forsendum, til dæmis samvinnufélagsform og annað slíkt og þetta finnst mér að ríkið eigi einmitt að stuðla að með ýmsum hætti.
Steingrímur, það hefur verið talað um það, Vinstri græn sem er umhverfisflokkur en styður svo framkvæmdir á Bakka og fleira. Fer þetta saman? Á ríkið að vera í því að koma með stór verkefni og ráða því hvers konar störf verða til og hvar þau verða til? Nei, almennt ekki, en það á ríkið fyrst og fremst að skapa grunninn. En það þar á meðal að hafa almennt að ramma regluverk í gangi gagnvart því að styðja við nýsköpun og nýjar atvinnugreinar og þannig lög settum við á síðasta tímabili. Ríkið á auðvitað fyrst og fremst að leggja grunninn að framsæknu þekkingar miðuðu atvinnulífi með því að efla rannsóknir og þróun, nýsköpun og í menntakerfinu og þar þarf nú heldur betur að taka á í framhaldsskólunum og háskólunum. Við viljum ná markmiðum Vísinda- og tækniráðs fyrir 2020 þannig að við séum þá orðin samanburðarhæf við hin Norðurlöndin varðandi það hvað við leggjum í rannsóknir og hvað við setjum per nemanda á háskólastigið og framhaldsskólastigið. Og þannig auðvitað ríki og sveitarfélög fyrst og fremst að leggja grunninn að blómlegri atvinnusköpun. Við höfum alltaf talað fyrir fjölbreytni í atvinnumálum. Við skárum okkur úr þegar menn rifum hér og ætluðu að leysa allan atvinnuvanda Íslands með álveri í hvert fjörð. Þá var hlegið á okkur að því að við sögðum og borið upp á okkur að við vildum bara eitthvað annað. Já, en það er einmitt eitthvað annað sem hefur rifið Ísland upp úr efnahagslæðinni. Það er ferðaþjónusta, nýsköpun, skapandi greinar, hátæknigreinar, meiri fjölbreytni í atvinnulífinu. Þannig að við erum í sjálfu sér ánað með þessa þróun en viljum hlúa að henni með sterkari grunni á sviði menntunar, rannsóknar og þróunar. Takk fyrir þetta, Theodóra. Já, næstu árin þá kannski það ekki hlutverk ríkisins að mínu mati að búa til hérna einhver störf því að það verður gríðarleg eftirspurn eftir fólki í vinnu held ég bara út frá þeim íbúafjölda sem við þurfum að byggja og öllum þeim framkvæmdum sem við erum í. Ég reyndar saknaði svolítið að þar sem ég er formaður bæjarráðs í Kópavogi þá saknaði svolítið að ríki og sveitafélög sé svolítið samtaka í því hvað er verið að framkvæma frá hinu opinbera. Hvort að þeir séu að skipta sér á því hvort við sem að fara að byggja íþróttahús eða fjölmargar íbúðir eitthvað slíkt, þetta er allt þenslu áhrif en það sem er náttúrulega stóra viðfangsefnið okkar er auðvitað ferðaþjónustan. Það sem að í dag eru kringum 6.000 störf í bara kringum Keflavíkurflugvöll. Það er af allri þessari þjónustu og flugvélum og sem þar eru og ef við skoðum þessa vísbendingu sem kemur fram í þessum vegvísi til 2030 þá verða þar mögulega 14.000 störf þannig að það getur ímyndað okkur ef við bregðumst ekki við og mótum stefnu þá verður gríðarlegur skortur af starfsfólki bara í kringum það. En fyrir ekki, svo er líka náttúrulega hlutfall háskólamentara á atvinnuleysisskrá það hefur hækkað af því að menntun og svo störfin sem er í boði fer ekki Já, svo vil ég tala um stór iðju. Þú veist, hvað erum við að fara að hlúa til dæmis af háskólasamfélaginu. Mér finnst námsfólk, bara háskólanemar og háskólasamfélagið, það er í mínum huga það er stór iðjan okkar. Við eigum ekki að vera að skapa störf í dag og fara út í einhverjar framkvæmdir á vegum ríkisins í stóriði heldur við miklu frekar að setja innspýtingu inn í háskólasamfélagið og skapa þá framþróun til þess að vera samkeppnishæf þar en ekki í stóriði. Takk fyrir það. Ef að fara til þín Jens. Já, og hvað þetta var að skapa störf? Já, hvert hlutverk ríkisins segja að vera? Já, ég er búin að hlusta á þetta hérna. Ég hef aldrei vitað það að stjórnmálamenn skapi störf. Allavega ekki í frjálsu markaðshagkerfi, það skapar ekki störf. Stjórnmálamenn þeir geta haft áhrif á hversu auðvelt að skapa störf og hversu mörg störf verða til og hversu lengi þau ganga og hvað þú berð og býtum út úr þessum störfum. Og stjórnmálamenn þeir búa ekki til ferðaþjónustu og þeir draga ekki að fullt að ferðamönnum til lands. Stjórnmálamenn ákveða til dæmis ekki hvort það kemur makríll syndandi inn í lögsöguna. Svoleiðis að akkurat þetta að búa til störf það hef ég ekki, það ger ekki stjórnmálamenn og við höfum ekkert okkar stjórnarskrá að búa til störf. Hitt er hann að mála við, er ég búinn, var ekki til 90? Nei, þetta er nú bara, þetta er örstutt svör í loki, tíminn er eiginlega búinn hjá okkur í þættinum. Oddný. Lykillinn af góðri framtíð hér á landi er að okkur takist að skapa fleiri störf sem eru fjölbreytt og vel launuð og með því móti höldum við okkar hæfileikaríka unga fólki hér á landi. Þess vegna er mjög mikilvægt
að ríkið styrki sprotafyrirtæki, nýsköpunarfyrirtæki ýmiss konar og hjálpi þeim til að komast á fætur og styðja þau fyrstu skrefin, en ríkið á hins vegar ekki að styðja stærstu atvinnugrein landsins eins og ferðaþjónustu með því að gefa ferðamönnum afslátt af neysluskatti, en það á að styðja hana og hjálpa henni til að blómstra með því að byggja upp innviðina þannig að ferðamennir haldi áfram að koma. En við höfum að styrkja við sprotafyrirtæki, nýsköpunarfyrirtæki og það er svo mörg dæmi flott fyrirtæki sem hafa einmitt vaxið við stuðning frá ríkinu. Takk fyrir það, Bjarni, örstutt í lokin. Já, það sem við gerðum í þessa ríkisstjórn var að við stórjukum framlögin í rannsóknar- og tæknisjóðina til þess einmitt að nýjar hugmyndir gætu skotið rótum. Stjórnvöld gera best með því að tryggja almenn samkeppnishæf skilyrði á Íslandi og tryggja stöðuleika. Óstöðuleiki kollverpir fyrirtækjum sem eru í vexti og eru viðkvæm og ég tel að við núverandi aðstæður þar sem að svo sem engin þörf á að skapa fleiri störf, við erum frekar í þörf fyrir meiri mannskap, þá eigum við að horfa til langs tíma og við eigum að taka þátt í þeirri miklu samkeppni sem er framundan á grundvelli upplýsingaldarinnar og tæknibyltingarinnar sem að eiga sér stað og það menntunin eins og hér hefur komið fram og undirbygging atvinnulífsins á grundvelli stöðuleika, góðra almennra skilyrða sem að mun skipta sköpum í samkeppnishæfni okkar og við eigum að leggja áherslu á verðmæta sköpunina. Það hún sem að ræður úrslitum, ekki fjöldi starfana. Takk fyrir það, Bjarni, og þakka ykkur innilega fyrir komuna. Hingað í sjónvarpssal, hann fljótur að líða þessi klukkutími. Já, heldur betur. Já, þessum þætti lokið, en á fimmtudaginn kemur þá mætast fulltrúar hinna 6 flokkana sem bjóða fram í kosningunum og ræða efnahagsmál og atvinnulíf. Já, við minnum á kosningavefinn okkar rúv.is/x16 þar sem finna má alla umfjöllun okkar kosningar til að mynda forystusæti þar sem rætti við forystumenn allra framboða. Fyrsti þátturinn var einmitt á dagskrá í gær. Svo eru kjördæmaþættir farnir að staða í útvarpinu þannig að áhuga fólki kosningar ætti líklega ekki að leiðast næstu vikurnar. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl. Komið þið sæl og velkomin í 4. málefnaþátt okkar fyrir alþingiskosningarnar 2016. Í kvöld ætlum við að ræða efnahagsmálin og atvinnulífið. Já, í dag 7. október og það eru nákvæmlega 8 ár liðin frá því að Geir Haarde forsætisráðherra satt hér í vindverinu og flutti þið eftirminnilega ávarp sem hann lauk með orðunum Guð blessi Ísland. Og það gengur blessunarlega ágætlega í efnahagsmálunum þessa dagana og við vorum að vinna að finna hérna rétt fyrir þessu þannig að það mikil stemning hérna í vindverinu. En við tökum að venju saman fréttaskýringar málaflokka vikunar og þær má finna á vef okkar rúv.is/x16. Í fyrradag fjölluðum við hagstjórnina og horfur í efnahagslífinu en í kvöld sýnum við ykkur samantekt stöðuna á vinnumarkaði. Það óhætt að segja hinn margfrægu hjól atvinnulífsins hafi komist á snúning síðustu árin. Atvinnuleysi minnkar stöðugt, mælist nú undir 4% og skortur á starfsfólki í sumum greinum. Fyrir vikið hafa útgjöld atvinnuleysistryggingasjóðs dregist verulega saman miðað við eftirhrunsárin. Auðvitað samsetningin á þeim sem atvinnulausir eru og svona framtíðin kannski óljós að því varðar að þetta hafa auðvitað verið fyrst og fremst störf í tengd ferðaþjónustu sem hafa verið að koma inn. Auðvitað vel að þau eru komin en það mætti vera svona breiðara framboð af nýjum störfum. Nú hefur atvinnuleysi verið að minnka en hlutfall háskólamenntaðra að hækka af því að það hægir hægar á þeim hópi heldur en öðrum. Þarna horfum maður auðvitað líka til svona samspil menntastefnu og atvinnulífs eða menntakerfis og atvinnulífs. Og það fyrir séð að það verður skortur á starfsfólki í ákveðnum greinum á næstu árum. Má nefna iðn- og tæknimenntuðu fólki, heilbrigðisstarfsfólki og fleiri stéttum. Þrátt fyrir jákvæð teikn og gott atvinnuástand hafa töluvert fleiri Íslendingar kosið að flytja úr landi en aftur heim síðustu 2 ár. Hluta skýringunum má kannski leita í því að finna í því að þau störf sem hafa orðið til á undanförnum árum eru einkum í ferðaþjónustu og byggingariðnaði en síður svona sérmenntuð störf fyrir háskólamenntaða. Þetta
efni sem þarf að fara svolítið dýpra ofan í. Þetta eru kannski svolítið vangaveltur sem menn eru með þetta. En auðvitað er það atvinnuástandið sem ræður þarna talsvert miklu. Við sjáum það núna á þessu ári að þá er þetta að breytast. Jafnvel að það verði fleiri sem eru að koma heldur en fara út. Það hafa verið að koma mjög margir af þeim sem fluttu til Noregs í kjölfar hrunsins. Bæði vegna samdráttar þar og uppsveiflu hér. Laun hafa hækkað töluvert undanfarið. Síðastliðið ár hefur launavísitalan hækkað rúm 11% og ráðstöfunartekjur heimilana hafa hækkað. Kjarasamningar sem gerðir voru á kjörtímabilinu, oft í kjölfar illvígra vinnudeilna, fólu í sér mjög miklar hækkanir, mun meiri en hagfræðingar segja að innistæða sé fyrir. Þegar laun hækka alltaf 40% eða svo mælt í erlendri mynt, að þá hlýtur það að gera uppbyggingu á atvinnurekstri sem að til dæmis keppur á erlendum mörkuðum. Það hlýtur að gera slíkum rekstri erfitt um vik. Seðlabankinn hefur séð hvernig hófa hækka vexti þegar samið var hér laun langt umfram gefið merki frá bankanum sjálfum og svo hafa þeir séð að það hefur verið slaki í ríkisfjármálunum. Og þótt ferðaþjónustan skili núna meiri gjaldeyristekjum en sjávarútvegur og álframleiðsla, þá byggist hún mikið til upp á láglaunastörfum og vegna þess að ekki er nægt framboð af íslensku starfsfólki eru þúsundir starfsmanna fengnar að utan. Í talsvert miklu mæli kemur hingað erlent starfsfólk á vegum þjónustu fyrirtækja sem að virðist hvergi skráð hér á landi og það er oft réttindi þessa fólks er oft fótum troðin. Verkalýðshreyfingin hefur auðvitað litið þetta mjög alvarlegum augum og hefur í samstarfi við opinbera aðila, skattayfirvöld, vinnueftirlit, Vinnumálastofnun og lögreglu lagt mjög aukna áherslu á bæði fræðslu og eftirlit út á vinnustöðunum til þess að sporna gegn þessu. Þarna er oft brotið mjög gróflega á réttindum einstaklinga varðandi laun og svona starfsskilyrði og þessi fyrirtæki þau koma sér auðvitað hjá því að greiða skatta og skyldur til samfélagsins og grafa líka undan samkeppnisstöðu þeirra fyrirtækja sem í ábyrgum rekstri. Spár gera áfram ráð fyrir góðu atvinnuástandi, en áskorunin virðist liggja í því að halda í vel menntað fólk með því að skapa fleiri og fjölbreyttari atvinnutækifæri. Við sjáum líka sóknarfæri því að atvinnulífið með afléttingu hafta fái að búa við svona eðlileg vaxtaskilyrði. Þá muni skapast tækifæri til nýsköpunar og framþróunar í atvinnulífinu sem að skapi störf fyrir þetta langskólagengna fólk sem hefur verið að koma út úr háskólanum núna og muni vaxa. Ef að þetta gæti orðið sem allra fyrst að það muni skapa líka gott svona innspýtingu inn í atvinnulífið. Ég tel að við séum vonandi að horfa í baksýnisspegil og læra af þeim mistökum sem við gerðum fyrir hrun og við erum að reyna að læra af þeim. Við erum að sjá að það er verið að reyna að breyta vinnumarkaðsmódelinu. Það er að segja að horfa meiri til hvernig þetta er gert hjá Norðurlöndunum. Já, verið þið hjartanlega velkomin hingað í sjónvarpssal. Við skulum byrja á því að kynna ykkur Lilja Dögg Alfreðsdóttir frá Framsóknarflokki, Þorsteinn Víglundsson Viðreisn, Halldór Gunnarsson Flokki Fólksins, Júlíus Valdimarsson Húmanistaflokknum, Smári McCarthy Pírötum og Sigurður Eiríksson frá Dögum. Við vonum til þess að þessar umræður verði líflegar hérna í kvöld. Við hvetjum ykkur til þess að grípa orðið og biðja það ef það er laust og svara hvert öðru hér í panelnum en biðjum ykkur líka það að stilla ræðutímanum í hófa því að tíminn er þannig sér naumt skammtaður. Og í einslaginu hérna áðan þá var rætt sáttin á vinnumarkaði, við ætlum að fara í það á eftir en við ætlum að byrja þáttinn hins vegar á því að biðja ykkur útskýra í stuttu máli hver sýn ykkar er á rekstur ríkissjóðs á næstu árum. Það er að segja, nú er góðæri, hvernig ætlið að spila úr því, ætlið að til dæmis að greiða niður skuldir eða auka útgjöld. Þið fáið til þess 1 mínútu eða 60 sekúndur hver og við ætlum að byrja frá vinstri til hægri. Lilja Alfreðsdóttir, Framsóknarflokki, þú byrjar. Takk fyrir. Mér langar samt til að byrja á því að óska þjóðinni og landsliðinu innilega til hamingju með þennan frábæra árangur. Það er mjög gaman að byrja þáttinn akkurat eftir að við vorum að horfa á í græna herberginu á árangur landsliðsins. En varðandi rekstur ríkissjóðs, þá held ég að það sem við erum að horfa upp á hvernig ríkissjóður hefur verið rekinn á síðustu árum hefur verið til fyrirmyndar. Það sem við höfum verið að gera, við höfum verið að greiða niður skuldir
og svo að munar. Skuldahlutfalli var komið upp í 90% af landsframleiðslu en núna komið í kringum 60 og framtíðarsýni hvað það varðar í ríkisfjármála áætluninni miðar að því að skuldina séu komnar í kringum 30%. Og þetta skapar allt aukið svigrúm til þess að fara í þau verkefni sem við viljum fara í fyrir þjóðina. Og við erum til að mynda að fá viðurkenningu á þessari hagstjórn sem rekin hefur verið á síðustu árum. Núna bara í þar síðustu viku var lánshæfisfyrirtæki Moody's að hækka lánshæfiseignir ríkissjóðs. Við erum aftur komin í A-flokk. Af hverju er það? Jú, það er vegna þess að það er kröftugur hagvöxtur, við erum að greiða niður skuldir, svo hafa þeir trú á þeirri áætlun sem við kynntum varðar losun fjármagnshafta. Þá er tíminn þinn búinn í þessu svari, Þorsteinn? Jú, staðan að mörguleiti mjög góð eins og Lilja kemur inn á og staða ríkissjóðs sterk, en við erum núna á þeim staði í hagsveiflunni, það gengur hér mjög vel. Flestir mælikvarðar vísa upp á við. Við erum í þenslu í raun og veru á flesta mælikvarða, en við erum eiginlega á þessum stað í þessu sveiflukennda hagkerfi okkar, þá erum við á góðastanum. En við höfum ekkert breytt neinu þegar kemur að hagstjórnun okkar, þegar kemur að því hvernig við hemjum þessar sveiflur, og það komið einmitt að ríkisfjármálunum og kannski áhyggjuefni þessara kosningar sem eru kosningar hinna stóru útgjaldaloforða, sem einmitt það sem að ríkisstjórn þessi og aðra ríkisstjórnir hafa einmitt verið gagnrýndar fyrir, að á þenslutímum að þá spýtt í og eitt efni fram í raun, sem að þýðir síðan að við höfum í raun og veru ekki ráð á grunnþjónustu þegar kemur að efnahagslegum samdrætti. Og við verðum að varast það í þessari stöðu. Það er vissulega ýmis verkefni sem þarf að forgangsraða fyrir eins og heilbrigðiskerfið, en það þarf líka að gæta sín að valda hér ekki of mikilli þenslu og lendi ekki enn og aftur í sömu mistökunum við höfum alltaf gert hér áður. Takk fyrir þetta, Þorsteinn. Halldór Gunnarsson, Flokki fólksins, gjörðu svo vel. Já, þakka þér fyrir. Það er sérkennilegt að við séum hér þegar Geir Haarde sagði Guð blessi Ísland. Og þú sagðir að allt væri með ágætum og það er nákvæmlega það sem við heyrum frá sérfræðingum ríkisstjórnarinnar og sérfræðingum og embættismönnum. En tilfinning mín er að fólkið segir að við séum komin á sama stað og 2006-07. Að það sé ný bóla framundan. Og hvað hefur fólkið í landinu fyrir sér í því? Bankarnir græða eins og aldrei áður, 50-60 milljarðar og ef við lítum tilbaka frá hruni 500-600 milljarða. Vextir og verðbólga í þessum himinháu hæðum og það var mér til furðu að fyrir 2 dögum síðan þegar fjármálaráðherra var hér fyrir svörum og 2 aðrir fjármálaráðherrar að enginn þeirra talaði það sem að mikilvægast fyrir fólkið að vísitalan sé tekin af, hún var sett á með lögum og það er hægt að taka hann af með lögum og vextirnir þeir verða lækka því að þeir eru að drepa fólkið í landinu. Takk fyrir þetta. Júlíus frá Húmanistaflokknum. Já, það er mjög skýr okkar hugmynd þetta. Við byggjum á rannsóknum Positive Money samtakana í Bretlandi á orsökum síðustu kreppu og þar sem af henni leiddi. Og þetta er fyrirkomulag sem að breytir peningakerfinu. Flestir telja að bankarnir láni út innlánin og inneignir sem þeir hafa. Þetta er ekki rétt. Bankarnir lána margfaldan þennan pening með svokölluðu brotaþolakerfi og þannig með því að búa til miklu meiri pening heldur en svarar innlánunum, búa til gátu þeir búið til 10-12-falt peningakerfið og þessu ætlum að breyta, færa þessa peningaútgáfu sem bankarnir búa til í út úr engu raunverulega yfir til Seðlabankans og þá mun Seðlabankinn sem sagt gefa út alla mynd bæði prenta seðla og rafræna mynd og peningastefnunefnd sem sagt áætlar samkvæmt efnahagsforsendum á hverjum tíma hvað mikið fjármagn fer í umferð. Þetta er lykilatriði til þess að forðast fjármagn. Takk fyrir þetta. Smári McCarthy, Pírötum. Já, nú er staðan þannig, við erum komin 8 ár frá hruni, við erum komin í þessar kosningar vegna þess að spillingamál olli því að fólk misti enn og aftur traust á kerfið. Það vantar traust í kerfið, bæði hinu opinbera og gagnvart einkageiranum. Við höfum ekki ennþá tekið með kerfislegum hætti á kennitöluflakki, skattundanskotum, tortóla, ævintýrum og þess háttar.
og það þarf að horfa til þess allra. Núna staðan þannig, jú, ríkissjóður stendur sig ágætlega. Það að vísu ennþá 1200 milljarða skuldir sem að hvíla á ríkissjóði og þessu fylgja 70 milljarða vaxtagreiðslur hverju ári. Þetta þarf að minnka. Með því að minnka þetta hægt að gera alveg heilmargt. En það skiptir líka máli að við leggjum áherslu á að byggja upp alla innviðina og bæði með því að girða fyrir þá spillingu og þau vandamál sem í skattakerfinu og þar fram eftir göttunum. En líka að horfa á alla þessa innviðu uppbyggingu sem efnahagsþættirnir þurfa. Takk fyrir þetta. Sigurður, frá Dögun. Já, við þá Dögun, við teljum að það sé sem sagt góðærið og lánshæfnismatið og þetta sem að nú rættum hérna í fjölmiðlum og koma alveg ótrúlega margar fréttir núna. Það sé sjálfur sér ekki, endurspegli ekki lífskjör almennings. Það lifir ekki, almenningur í Íslandi lifir ekki á lánshæfnismati. Það sé allt og háir vextir eins og allir vita hér. Og það svona grundvallaratriði í efnahagslífinu, að leyfa fleirum að njóta, dreifa betur núna. Og það með fullt af verkfærum til þess, en það raun og veru gengur ekki að 100.000 Íslendingar séu með neikvætt eigið fé og menn séu að borga íbúðir 2-3 á móti nágrannlöndunum. Við erum með lausnir í nágrannlöndunum og það mikilvægasta verkefni núna. Það eins og Lilja bent á, það ástand, það fínt hérna, það hagvöxtur og nú grípum við bara boltann. Tíminn búinn. Þetta var svona rétt til þess að koma þessu á stað, mínúta á hvert ykkar. Smári, ræðum aðeins heimilisbókhaldið. Fáið þið, ef þið fáið stuðning til þess í kosningum, til þess að stjórna landinu á næsta kjörtímabili, bara svona einföld spurning af því að skatta skipta máli. Hvort viljið þið hækka eða lækka skatta? Við lítum ekki svo á að tilgangur skatta sé að hafa á endilega háa eða lága. Markmiðið að borga fyrir þá samneyslu sem þjóðin krefst. Þannig að við viljum líka, það sem við viljum gera, að breyta því hvar skattaálagið lendir. Í dag þá lágtekjufólk, millitekjufólk að borga miklu hærri hlutdeild í allri kökunni heldur en ætti að vera og þess vegna viljum við færa það yfir aðeins svona meira til dæmis fyrirtækja. Ríkisskattstjóri talar það að það séu 80 milljarða undanskot í kerfinu í dag. En hvað með skatta á einstaklinga? Við erum kannski svolítið líka fyrst eftir því. Já, það margt sem mætti breyta. Það væri hægt að gera breytingar á virðisaukaskatti. Eitt sem við höfum talað að hluti virðisaukaskatts fari til sveitarfélagana til þess að byggja þá upp og það eykur þá stuðninginn sem minnkar þá einhvern af kostnaðinum hjá fólki. En stóra atriðið að í dag þá samkeppnishæfnin bara það léleg. 35% hærri hlutir út í búð kosta 35% meira hér heldur en nágrannalöndum. Þannig að í rauninni skatturinn, jú, það má færa þetta kannski til, það mætti breyta eins tekjuskattsfyrirkomulaginu. Við höfum talað að gera einhverjar breytingar á eða allavega rannsaka áhrif neikvæðs tekjuskatts, hækka persónuafslátt og þess háttar. En við viljum líka skoða áhrifin sem samkeppnin og samkeppnisleysið hefur á útgjöld heimila. Þorsteinn Víglundsson hjá Viðreisn, þú ert nú búin að vera framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins árabil. Hvaða hugmyndir hafið þið Viðreisn skatkerfið og viljið þið hækka þá eða lækka? Það alveg ljóst að forgangsatriðin á næsta kjörtímabili verða að vera tvíþætt. Annars vegar hér mjög hávær og réttmætt krafa forgangsröðun í þá heilbrigðiskerfisins og velferðarmála. Og það kostar töluverð útgjöld sem raun og veru þegar búið að lofa í þessari kosningabaráttu. Jafnframt þarf hér að leggja mjög mikla áherslu á að greiða niður skuldir því að skuldir ríkissjóðs enn allt of háar og vaxtakostnaður og 70 milljarðar ekki ásættanlegur. Þannig að ég segi forgangsröðunin ekki á skattalækkanir og raun og veru held ég að vera mistök að ráðast í skattalækkanir við þessar kringumstæður. Við höfum gert það áður á tímum þenslu og það hefur ekki reynst okkur vel. Það sem skiptir eins og mestu máli í skattkerfinu sjálfu hvernig getum við einfalda skattkerfið, hvernig getum við gert það skilvirkara, hvernig getum við dregið úr undanskotum og svartri atvinnustarfsemi og það eru ágætis tillögur sem hafa komið frá samráðsvettvangnum í þá veru. Framsókn hefur tekið undir til dæmis hluta þeirra tillagna í varðandi tekjuskatta. Við styðjum þann pakka sem þar lagður fram. Við teljum hann mjög skynsamlegan og mjög þess verðan að skoða hann. Lilja, ræðum aðeins það. Þið í Framsókn hafið mitt svona, kannski ekki tala fyrir þið, en tekið vel í
í það að taka hér upp 25% af flatan tekjuskatt og á öll laun upp að 970.000 og svo 43% af tekjuskatt á öll laun fyrir ofan það. Hvað þýðir það fyrir fólkið? Framsóknarflokkurinn er félagshyggjuflokkur og setur heimilin í landinu í algjöran forgang í allri sinni stefnumótun. Og eitt af því sem við gerðum núna á kjörtímabilinu, við fórum í leiðréttinguna til þess að lækka almennar skuldir heimilina. Og það hefur gert það að verkum að skuldastaða heimilina, hún hefur ekki verið betri síðan í kringum 1990. Og eiginfjárstaða heimilina hefur líka bæst verulega og við fengum bara tölur frá Hagstofunni í síðustu viku hvað það varðar. Varðandi skattinn. Það verður ekki útskýra aðeins að þið takið vel í þessar hugmyndir 25% af skattinn en það vantar náttúrulega útsværið ofan á. Já, einmitt, það er mjög gott að þú komir inn á það. Það sem við erum að sjá, og það er alveg rétt það sem kom fram hjá Smára, er að jaðarskattur tekjulægri hópa og millistéttarinnar, þeir eru ansi háir. Og við sjáum það alveg fyrir okkur í Framsóknarflokknum að það væri hægt að lækka þá skatta en leið að tekjutengja persónuafsláttinn. En það er afskaplega brýnt, ef það verður farið í svona aðgerðir sem er ekkert ólíklegt að verði gert, en það verður gert með ábyrgum hætti og þannig að það verður ekki þenslukveitjandi. Bara rétt aðeins, ég vil fá svar það, sko, er þetta skattahækkun eða skattalækkun á heildina? Hvernig dreifist þetta? Þetta er skattalækkun á þá tekjulágu og millistéttin í landinu, en skattahækkun hugsanlega á þá sem eru með mesta tekjur. Þið eru með yfir 970.000? Yfir 970. Þá eru það að boða gríðarlega mikla skattahækkanir? Ekki gríðarlega mikla, nei. En töluvert miklar. Ég held að við mættum grípa það sinna bolta að tillagan eins og hún er sett fram einmitt hlutlaus á heildarskattekjur ríkissjóðs. En hún kemur vissulega eins og vel niður fyrir svona allra lægstu tekjuhópana og það gerir hann einmitt mjög álitlega. Einmitt, og ég má aðeins kannski taka bolta vegna þess að það er búið að vera að vinna þessar tillögur, til að mynda er þetta atriði sem hafa komið fram hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og þessum samráðsvettvangi og mér finnst bara brýnt að við skoðum þetta mjög alvarlega til þess að auka jöfnuð enn frekar sem hefur einmitt verið að gerast á kjörtímabilinu. Takk fyrir þetta, Halldór. Já, okkar tillaga er byltingakennd. Við ætlum ekki að skattleggja fátækt. Við leggjum til að skattleysismörkin fari upp í 300.000 á mánuði. Til allra. Til eldri borgara og öryrkja og unga fólksins sem getur ekki fjárfest í að kaupa íbúð og svo framvegis. Bara þannig að séu einu Halldór 300.000 króna lágmarkslaun og þau eru skattfrjáls. Já, yfir línuna. Og við ætlum að taka peninga tilbaka með því að við fellum út lægsta skattþrepið og síðan hækka skattþrepin sem taka við af 300 upp í 900 og við erum með alveg útfærða tillögu þetta en til viðbótar sem enginn hefur viljað spyrja okkur sem formaður flokksins hefur útskýrt og talað Nú er tækifærið. Að við eigum hjá lífeyrissjóðunum minnstakosti 800 milljarða sem eru skattpeningar sem að ríkið lét lífeyrissjóðuna hafa sem þeir eru að höndla með og hefur farið illa með. Auk þess eru þarna inni 300 milljarðar fyrir sveitarfélögin sem getur þá bætt stöðu skólana og tekist á við það sem þarf að gera. Þessir 800 milljarðar þurfa sem innspýtingu inn í þjóðfélagið sem allstaðar með verulega erfiða stöðu. Það var í morgun verið að tala skólana. Það vantar fjármanni þar. Það verið að tala heilsukerfið og þessir peningar verða til þess að takast á við nýsköpun í landinu. Takk fyrir þetta, Júlíus. Já, það mjög skýrt fyrir okkur að stærsti skatturinn sem sagt þessi peningaskattur sem að þetta kapitalíska fjármálakerfi leggur á okkur. Þetta manngerð útgjöld, kom ekki almenningi á neitt hátt við, fer mestuleyti upp til hinna ríkustu og þessi skattur er stærsti útgjaldaliður heimilana og núna greiðum við 400-500 milljarða á ári, það vildi hlusta á mig, nú greiðum við 400-500 milljarða á ári þjóðarheimilið, sem sagt almenningur, ríkið og atvinnulífið.
endanlega borgar almenningur alla þessar skatta eða peningaskattin vegna þess að við borgum skattin í vöruverðinu sem vextir í vöruverði samkvæmt rannsóknum í Svíþjóð eru 45% af vöruverði og síðan borgum við ríkisskattana ríkisvextina með skattum okkar og síðan bara örstutt hvort viltu hækka eða lækka skatta? Já, fyrirgefðu. Það var eiginlega spurningin. Fyrirgefðu? Því að spurningin var hvort viltu hækka eða lækka skatta? Ég vil taka þessa skatta af, þennan peningaskatt af og þá fáum við laust fjármagn upp á 400 til 500 milljarða. Þetta álíka upphæð eins og samkvæmt okkar athugun útgjöldin til menntamála, heilbrigðismála og velferðarmála árið 2012 voru samtals 550 milljarðar og þetta eru 400 til 500 milljarðar. Við þurfum að taka þennan skatta, vaxtalaust hagkerfi. Sigurður, já, Dögun, hverjar eru ykkar hugmyndir með Við viljum hækka eða lækka skatta. Já. Við viljum ekki hækka skatta á lágtekjufólk og millitekjufólk. Það flott, en teljum að það mætti nú vera meira á sérstaklega á hærra launuðu og það mætti setja skatta á ofurtekjur svo kallaðar eða ekstra háar tekjur. Hvað eru ofurtekjur í þínum augum? Ég myndi nú segja að ef einhver komin yfir 1,5–2 á mánuði þá mætti nú setja hressilegan skatt á það. Hversu háan? Já, mætti alveg fara upp í 80%. 80% skatt á 1,5 miljón? Yfir 1,5–2. En það mætti líka vera verra. Það lægra segi ég. En það stefna Dögunar að laun yfir 1,5 miljón þá það ekki útfæri stefna. Við erum bara að ræða hvað við myndum gera og við töluðum að það mætti hækka skatta á hátekjufólk og ofurlaun og það rétt að hafa hærri skatt á því. Annað sem Dögun vill gera varðandi skatta, það að skattar og afgjöld af auðlindum eins og gistináttaskattur og þess aftar, hann fari í héröðin. Hann skilist í héröðin, bæði af auðlindum og öðru, sem að breytir dálítið mikið þjóðfélaginu. Nú ætlum við aðeins að skipta kúrs og eins og þið sáuð í fréttaskýringunum sem hér hafa verið, þá höfum við verið að horfa upp á fordæmalausar launahækkanir hér á landi og viðvörunarbjöllur á vinnumarkaði blikka. Þetta sögðu sérfræðingarnir hér áðan. Þorsteinn Víglundsson, þú samdi nú fyrir hönd Samtaka atvinnulífsins árabil, og þú hefur barist fyrir því að laun myndi þó þar af leiðandi ekki hækka. Þú verður að standa með atvinnurekendum sem voru þínir vinnuveitendur. Nú ert þú á leiðin á þing. Hvaða stefnu ætlar að taka upp eða hvernig ætlar að hafa þetta? Það vil nú svo til að ég alveg sammála Þorsteini Víglundssoni í fyrra starfi að hér mjög mikilvægt að við höldum að ábyrgð á efnahagsmálum og við höfum lært það bara á undanförnum áratugum að þessar öfgafullu sveiflur okkar í efnahagsmálum það ganga ekki til lengdar og við á vinnumarkaði tókumst vissulega mjög harkalega á síðustu 2 árum eða svo en það reyndar nú eitt með vinnumarkaðin sem að stjórnmálin mættum gjarnan læra af að það ríkir þó það traust á milli aðila að þó að menn takist á harkalega á tímum að þá setjast menn sér niður, finna sameiginlega lausnir og vinna sameiginlega að því að hrinda þeim í framkvæmd. Þér finnst það ekki í stjórnmálunum í dag? Nei, það finnst mér reyndar ofta eins og þar snúist nú leikurinn oft meira átökin heldur lausnirnar Ég er samfærum að svo verði í framtíðin. En svo auðvitað það sem að sú lausn sem að leidd var fram á vinnumarkaðnum, þar horft til norrænna fyrirmyndar. Þar horft til þess einmitt góða árangur sem að náðst hefur í Danmörku, Svíþjóð, Noregi sem að hafa verið okkur langt framar þegar kemur að efnahagslegum stöðugleika og byggt upp verið miklu meiri kaupmátt á grundvelli þess efnahagslega stöðugleika. En það kannski lykilatriði sem snýr að stjórnmálunum. Það hefur ekki verið nægilega gott traust á milli stjórnmála og vinnumarkaðar. Við fundum það mjög í kjaradeilum undangengina 2 ára og raunar Geturðu útskýrt það örstutt hvernig það kemur fram að það ríkir ekki þetta traust? Bara örstutt. Það voru bara töluverðir árekstrar á milli vinnumarkaðarins og stjórnvalda bæði í tíð þessara ríkisstjórnar og þeirra síðustu og auðvitað bregslum það að það hefði ekki verið staðið við þá þau fyrirheit sem að gefin voru í tengslum við kjarasamninga. Það áttu nú meira við vinstri stjórnina hér áður en engu að síður var mjög styrkt samband sérstaklega framan af milli stjórnvalda og vinnumarkaðarins í tíð þessarar og það kannski kjarnavandi okkar í efnahagslífinu í dag. Það hefur ekki náðst að endurreisa þetta traust sem að brast hér eftir hrunið 2008 og það sem ég held að fengi bara aðeins að klára þetta því að þetta grunnurinn af því sem við erum að glíma við.
stjórnmálamenn hafa ekki skilað því megin hlutverki sínu að ná að skapa hér efnahagslegan stöðugleika og í raun og veru svara því ákalli að tryggja að svona hrun geti ekki átt sér stað aftur. Og það er auðvitað það sem við verðum að fyrirbyggja. Við erum ennþá að glíma við sömu sveiflurnar, við erum ennþá að glíma við allt og hátt vaxtastig hérna og við verðum að finna varanlega lausnir og að norrænni fyrirmyndi til Það hefur ekki hjálpað traustinu að ítrekkað síðustu ár þegar að fólk út á vinnumarkaði hefur farið í kjaradeilur þá hefur Alþingi gripið fram fyrir hendunar á því með lagasetningu. Auðvitað erfitt að byggja upp traust eftir svona kringumstæður eins og hafa verið. En ef að markmiðið að byggja svona traust, þá verður að ríkja skilningur hjá bæði aðilum á vinnumarkaði og hjá atvinnurekendum. Þetta náttúrulega vandamáli sem við stöndum frammi fyrir að vextir, seðlabankavextir, eru rosalega háir. Og þetta veldur bara samlegðar áhrifum þvert í gegnum allt hagkerfið. Eins og ég sagði áðan, að þá samkeppnisstaðan Ísland ekki samkeppnishæft út af við, það mat erlendra aðila, en líka samkeppni inn á landi mjög takmörkuð út af því að það alltaf verið að gefa einhverju undanþágur. Það lítil samkeppni, samkeppniseftirliti hefur ekki getu til þess að sinna frumkvæðiseftirliti og þau hafa sjálf sagt, við Píratar fórum til þeirra og spurðum bara hvers vegna ástandið svona hjá okkur og þar var bara mjög skýrt að þau hafa ekki þau tæki sem þau þurfa til þess að sinna eftirliti. Það þessi þriðjungur sem leggst ofan á öll verð í landinu. Kannski næsta Sigurði í dögun, hvernig sjá þið fyrir ykkur að geta verndað svona stöðuleika á? Já, það er það sem þeir nefna hérna, Þorsteinn og Smári, að við erum að fara í þennan norrænu samningamódel og það vantar stöðuleika, það alltaf mikla sveiflur og svo eru alltaf háir vextir nefna þeir og svo framvegis, sem grundvallar málið að á meðan íslenski launþegar að borga húsin sín verðtryggð og það vita allir vextinni, það ekki að nefna tölur, 4,1% og verðtryggingu, þá þarf svo mikla aura og það getur breyst svo mikið vísitalan og breyst svo mikið af forsendum á þess að menn ráði við að það ómögulegt að eiga þessi módel. Á meðan ávöxtunarkrafa lífeyrissjóðanna í landinu 3,5%, þá myndar það vaxta gólf. Það fer ekkert niður fyrir það nema þið verði breytt. Þannig að ávöxtunarkrafa lífeyrisréttinda, það verður að lækka hana niður 0,5%. Eða það bil, til þess að hægt að lækka vexti í landinu. Þá getur lífeyrissjóður og aðrir lánað á 1% vöxtum. Þyrfti ekki svo miklu kerfisbreytingar. Við þurfum að ná þessu niður og afnema, og það fínt tækifæri núna í stöðuleikanum og verðbólgan niðri, að slá af lánskerfistöluna, neysluvísitöluna. Lilja, þið hafi verið, 15 ár á síðustu 21 ári í ríkisstjórn. Þið hafið haft nægan tíma til þess að breyta þessu vinnumarkaðskerfi. Enda það sem við erum að sjá með SALEK-samkomulaginu og því samkomulagi sem við höfum náð þar komin vísir að því að byggja undir frekari stöðuleika í landinu. Og það sem við getum heldur ekki horft framhjá að jafnvel þó að við höfum séð þessar launahækkanir sem ég fannst nú vera sjálfri töluverðar og hafði áhyggjur af því að þetta verðbólgan myndi hækka talsvert í kjölfarið, en hún hefur hins vegar ekki verið að gera það. Hún enn undir verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands og við megum heldur ekki gleyma því að Seðlabankinn hann hefur nú þegar hafið sitt vaxtalækkunarferli og ég bind vissar vonir það að það haldi áfram, það ríkir áfram stöðuleiki eins og hann hefur verið að gera, en við þurfum þó alltaf að vera á vaktinu og huga að þessum málum og passa upp á það að hlutinu fari ekki úr böndunum. En það var nú heldur betur digurbarkalegar yfirlýsingar frá bæði þér Þorsteinn og ykkur í ríkisstjórninni það hér, ef að launin yrðu hækkuð eins og þau hafa verið hækkuð, að þá yrði hér verðbólguskot og þetta myndi allt saman brenna upp. Ekkert að því hefur gerst. En þá þurfum við líka að líta til þess að ytri aðstæður hafa líka verið hagfelldar, olíuverð hefur verið mjög lágt og það hefur verið líka lág alþjóðleg verðbólga sem hefur hjálpað okkur í þessari vegferð og það mjög gott vegna þess að það sem hefur líka verið að horfa upp á að kaupmáttaraukning almennings á kjörtímabilinu, hún hefur aukist rúm 20% vegna þeirra stöðu sem við erum í og þess vegna viljum við halda áfram að gera það sem við erum að gera svona vel. Halldór Gunnarsson, Flokki fólksins, þú ert búin að biðja orðið í töluverðan tíma. Já, vegna þess að ég vil enn taka það fram að okkar tillaga að vera með 300.000 á mánuði skattfrjálst, það höfðar til allra, þeirra sem lægst eru settir og miðjufólksins og verkamanna og það kannski hægt að mynda sátt á vinnumarkaði það að ná þeirri kauphækkun
hjá þeim sem neðst eru. Vegna þess að staðreyndin sú öll þessi ár að það byrjað að semja við verkafólk og svo koma allar stéttirnar á eftir með himinháar kaup, kröfur og hækkanir, þannig að verkafólk situr alltaf neðst. Halldór, ertu í rauninni að segja því þú þekkir nú pólitíkina svo vel og varst lengi í Sjálfstæðisflokknum. Finnst þér rangt gefið? Já, og þess vegna fór ég úr Sjálfstæðisflokknum, vegna þess að flokkurinn minn, hann hafði gleymt því að stétt með stétt væri grundvallaratriði og þegar fólkið sem neðst skilið eftir með þessum hætti eins og eldri borgarar og öryrkjar og núna verið að tala breytingar á almannatryggingakerfinu sem ekki neitt, þannig að öryrkjar fá ekkert út úr þeim tillögum sem liggja fyrir og þeir eru að reyna að lagfæra og ég vil setja spurninguna yfir til Framsóknarflokksins og helst yfir til Sigurðar Inga sem hefur sagt það að eldri borgarar hafi það mjög gott í samanburði við Norðurlönd og þá miðað við meðaltal. Þeir sem lægst eru settir, þeir lifa ekki á meðaltölum. Og ég vil spyrja Lilju, hvað loforð Framsóknarmanna að taka af verðtryggingu og lækka vexti? Þú svarar því á stutt. Veistu, Halldór, ég sammála því, við þurfum að gera betur varðar eldri borgara og það ætlum við að gera. Svigrúmið að myndast og það verður að taka á þessu vegna þess að við erum ekki sátt að sjá hver staða þeirra Júlíus? Já, ég vil taka þetta út frá því að í rauninni að ræða launamál og tilhögun hluta innan kapitalíska hagkerfisins sem raunverulega hefur verið til staðar þessa öld og síðustu öld og öldina þar áður. Við þurfum allt annars konar þjóðfélag og inn í því þjóðfélagi að þá þurfum við að hætta að fara úr ræningjalandi, þar að segja bankarnir ræna heimilin og atvinnulífið og ríkið með þessari vaxtatöku. Það engin nauðsyn á vöxtunum. Það bara nauðsyn fyrir þá sem að flytja þetta til 1% upp. Þannig að þá náttúrulega breytist þetta algjörlega, þá verður rými til dæmis fyrir atvinnulífið sem einnig þrúað af vaxtatökunni og það verður rými til þess að veita þessu fjármagni sem við erum að greiða í þessa vaxtaskatta til þess að mynda það þjóðfélag sem okkur dreymir Og í sambandi við þetta, ég ætla að fá að halda aðeins áfram. Er mestur jöfnuður allra landa í Evrópu á Íslandi? Ég vil að fá að halda áfram þess eins að því að núna þetta kapitalíska kerfi komið á þrotum. Jósef Stiglitz, þessi virti Nóbelsverðlauna hafi í hagfræði, hann lýsti því yfir í ágústmánuði síðastliðinn að nýfrjálshyggjan væri dauð og hann hefur lýst því yfir að hefðbundin hagfræði nýfrjálshyggjunnar sé á röngum forsendum og forsendun hafi skapað þessa mikla misjöfnuð og hann skapist af því að það verið óeðlileg tekjumyndun út af fjárfestingum sem ekki hafa á bakvið sér nein verðmæti og hann segir við þurfum að búa til nýjan leik og nýja reiklegur og þetta eigum við að tala hvernig komast við út úr þessari sjálfheldu ræninga landsins. Við erum að tala margt fleira hér í kvöld. Smári, þú vildi gera örsetta 8% áður við förum í Einar Hraðars. Það orðið Anslansen og Nietzsche listi því yfir að Guð væri dauður en sumir trú enn. Það samt nokkuð til í þessu. Flestir trú enn á nýfrjálshyggjuna. Staðan í heiminum samt sú að ójöfnuður hefur ekki verið meiri síðan bara rétt fyrir upphaf kreppunnar miklu. Þetta jú, vissulega betra á Íslandi heldur en mjög víða annars staðar, en þetta vandamál út allan heim sem getur valdið einhvers konar dóminó áhrifum sem við verðum að koma í veg fyrir að gerist. Og ójöfnuður kostar alla peninga. Það búið að sýna fram á það með tilraunum sem voru gerðar bæði í Bandaríkjunum og Indlandi að bara það að auka tekjur fólks nokkur prósent getur minnkað álag á heilbrigðiskerfinu þó nokkuð mörg fleiri prósent. Takk fyrir það, Smári. Það svo freistandi að spyrja þig, Lilja, bara rétt að þess að því að þú tekur undir með Halldóri að það eigi að hækka laun á öryrkja og eldri borgara þegar þið hafið þá skýtt, ef við getum sagt það þannig. En allavega, núverandi meirihluti á Alþingi hefur allavega oftar en einu sinni hafnað tillögu stjórnarandstöðunnar að hækka lífeyrisgreiðslu til aldraðra og öryrkja. Af hverju
svigrúmið núna? Ég held bara að það svigrúm sem hefur að myndast, eins og ég nefndi, vaxtagjöld ríkissjóðs eru búin að lækka verulega á kjörtímabilinu, þannig að eitt af því sem við viljum fara í... Þetta er að gerast bara þessu ári? Já, þetta er að gerast á þessu ári og það tekur líka auðvitað ákveðin tíma að byggja upp þessa stöðu sem hefur verið að eiga sér stað. Og það er líka vegna þeirra aðgerða sem við höfum verið að fara í, til að mynda með því að fá stöðuleika framlögin inn í ríkissjóð. Ég held að þetta sé í fyrsta sinn sem tekjur ríkissjóðs fara yfir 1000 milljarðar. Ég veit ekki hvort við sjáum það alveg aftur á næsta ári, en þetta er svo stefnamörkun sem við höfum verið að gera. Löggjöfin sem þeir eru með og eru að hugsa að bæta að einhverju leyti, hún bætir ekkert á verðsettu og ætliði virkilega að bjóða okkur upp á það að fara þannig fram með þessar breytingar sem eru núna til umræðu. Ég held að það sem við þurfum allt sem við gerum, við þurfum að vanda okkur afskaplega mikið í því og eins og Einar benti á, þá er jöfnuður á Íslandi samkvæmt Eurostat einna mestur, en það breytir hins vegar ekki því, en það breytir hins vegar ekki því að ég er á þeirri skoðun og við getum gert betur við varðar eldri borgar og þetta er fólki sem hefur byggt upp Íslands samfélag á undanförnum árum og við værum ekki stödd þar sem við erum í dag ef þeir sem stuðluðu að þessari uppbyggingu hefði ekki gert það svona vel. Þakka þér fyrir. Og við eigum að gera betur. Þakka þér fyrir. Já, þá skulum við vinda okkur í eina hraðaspurningu og við ætlum bara að byrja þér, Sigurður Eiríksson frá Dögun. Spurningin er svona, ætlar þú að beita þér fyrir því á næsta kjörtímabili að fjárfestingabankastarfsemi verði aðskilin frá hefðbundinni viðskiptabankastarfsemi? Já, ég til það alveg eðlilegt að það sé gert. Og ég ætla að ganga heldur lengra en það, ég ætla að beita mig fyrir því að lagaumhverfi bankana verði aðlagað að nágrannalöndunum, þannig að það verði grundvöllur fyrir því að stofna hér svokallaðan samfélagsbanka sem er rekinn án arðsemikröfu til að stunda viðskipti. Tölum aðeins samfélagsbankan á eftir, en þú svaraði þessari spurningu játandi. Smári, hvert er þitt svar? Já, stefna Pírata er að fjárfestingar og þjónustubanka, viðskiptabankastarfsemi sé aðgreind og það er fullt af öðrum breytingum með þetta sem fylgja því, en svarið er já. Komum betur inn á þá á eftir. Fyrirgefðu, viltu endurteka spurningar? Já, vilt þú að viðskiptabankastarfsemi og fjárfestingabanka eða þjónustubankastarfsemi og fjárfestingabankastarfsemi verði aðskilin? Algjörlega þannig. Og að það komi inn bankar sem eru fyrst og fremst þjónustuaðilar við fólk en ekki spilavíti. Já, en við viljum ekki selja bankana með sama hætti og sjálfstæðisflokkurinn er að tala um. Ætla að gefa okkur sjálfum með einhverjum hætti þar sem við eigum. Flott, fáum betra svar og lengra frá þér á eftir. Þorsteinn? Við höfum ekki mótað neina stefnu aðgreiningu viðskiptabanka eða fjárfestingabankastarfsemi. Ég hef ekki séð nein sannfærandi rök fyrir því að miðað við þær breytingar sem orðið hafa regluumhverfi bankana á evrópska vísu á undanförnum árum, að þess gerist þörf. Aðalatriðið er auðvitað að bankakerfið okkur sé hagkvæmt og vel rekið og getur skilað okkur lágum vöxtum. Lilja? Lágum vöxtum. Já, ég held að það sem ég brýnt að við þurfum að fara í það að skoða hvernig framtíðarskipan á íslensku fjármálamarkaði á að vera núna á næsta kjörtímabili og ég hef viljað skoða það hvort það eigi að aðskilja viðskiptabankastarfsemi og fjárfestingabankastarfsemi en ég vil líka að við lítum til þess sem er að gerast í Evrópu og Bandaríkjunum í þeim efnum en þetta er vissulega eitthvað sem við eigum að fara yfir og margir eru á því að þetta geti verið afskaplega gott til þess að draga úr áhættu í bankakerfinu en mestu máli skiptir að íslenska bankakerfi það þjóni heimilunum í landinu og fyrirtækjum. Við ætlum einmitt að halda okkur við fjármálamarkaðar og við bankana í landinu sem að ég veit að þið hafið öll ákveðnar skoðanir á. Við ætlum að byrja á þér, Lilja. Íslenska bankakerfið er náttúrulega mestuleyti í eigu ríkisins og við ætlum að velta upp spurningunni hvað þið viljið gera við eignarhlut ríkisins eins og í Landsbankanum og Íslandsbanka og líka spyrja þig, Lilja, þið hafið nú velt upp hugmyndin og samþykkt líka hugmyndin samfélagsbanka. Hugmyndin samfélagsbanka er mjög áhugaverð og við framsóknarmenn höfum talað talsvert mikið fyrir henni. Varðandi framtíðarskipan á íslenskum fjármagnsmarkaði, þá er afskaplega brýnt að við flýtum okkur ekki of mikið. Það þarf að vanda virkilega til verks og það þarf að kalla marga til þess og við viljum setja það í hendurnar á okkar færustu sérfræðingum og leita til þeirra til þess að þetta sé velgert. Þetta þarf að vera gegnsæði, þarf að ríkja öllu sem við erum að gera og við þurfum að velta upp alls kyns spurningum. Viljum við hafa dreift eignarhald? Ég er frekar hlynnt því vegna þess að ég held að veiti meira aðhald þegar framlíða stundir. Viltu þá að ríkið haldi eftir ákveðinni prósentu? Ég vil líta til Norðurlanda
Norðurlandana og hvernig Norðurlöndin hafi verið að gera það. Við höfum ekkert að vera feimin við það að líta til þess, en hins vegar þá þurfum við líka að huga að ég held að sé ekki skynsamlegt að bankakerfið, að meirihluti bankakerfisins sé allur hjá ríkinu, en við þurfum bara að vanda til þess þegar við tökum þessi næstu skref. Sigurður, hjá Dögun, þið hafið, eins og þú sagðir hérna rétt áðan, talað fyrir því að hér verður settur á fót einhvers konar samfélagsbanki. Hvað felst í því nákvæmlega að þínu mati? Samfélagsbanki að mínu mati felst í því að það er banki sem er ekki með arðsemi kröfu. Heldur er hans gagn fyrir þjóðfélagið að lána og geyma og þjónusta fólk sem hagkvæmast. Þannig að það haldi við og byggi undir þjóðfélag og þar að leiðandi rekstur fyrirtækja og heimila og annað án þess að borga einhvern arð í burtu, og hann er náttúrulega sjálfsögðu ekki fjárfestingarbanki heldur. Þetta er til dæmis í Þýskalandi, þá eru líklega 40% af bankakerfinu í eigu opinberra aðila, Sýsna og svo framvegis, og þar á ofan koma bankar sem eru í eigu samvinnufélaga, sem er líka einn þátturinn. Þannig að einkabankarnir, það er enginn að tala að loka eitthvað á þá eða þeir sé eitthvað slæmir, þeir eru bara efst. Og hefði verið samfélagsbanki hérna í hruninu fyrir 8 árum þegar Guðblessi Ísland orðin komið fram, þá hefði vantilega ekki verið neinn hætta á falli á greiðslukerfi eða Íbúðalánasjóður fór nú ekkert sérstaklega vel út úr hruninu? Íbúðalánasjóður er ekki banki. Íbúðalánasjóður var ekki með einhverja greiðsluleiðir eða sá að borga reikninga eða einhvern. Sparisjóðakerfi var nú vansi nálægt því að vera samfélagsbanki. Já, en við þurfum að, Júlíus, þið humanistar, þið hafa nú skipað okkur í þessu málaflokki svona frekar til vinstri. Viljið þið ríkisvæða alla bankana? Við viljum öðruvísi bankakerfi eins og ég lýsti áðan, þjóðpenningakerfið, og það þýðir það að bankarnir get ekki myndað þessar bólur sem að urðu. Hver á að reka þessu bankar? Sko, ég ætla aðeins að halda þessu á til þess að skýra þetta hugtak. Það var ráðstefna hérna vegum KPMG í september. Þangað kom Martin Wolf, aðalkomment eða álitskafi Financial Times. Hann er eindreginn stuðningsmaður. Ég verð að biðja að svara spurninguna þegar við erum að varpa hér spurningum. Nei, ég get ekki leftir að halda bara langar ræður það sama aftur. Ég ætla að biðja að svara spurningunni. Ef við má útlista hvaða hugmyndi við höfum banka. Jú, þú ert búin að gera það ítrekkað. Nei, býtu nú. En hver er stefna humanista hvað varðar bankakerfið og sölu á eignarhlutum ríkisins, íslenska ríkisins, í þeim bönkum sem eru hér starfandi? Þetta þjóðpenningakerfi, eins og Martin Wolf sagði, að með þessu kerfi þá verður ekki hægt, þá verður hindrað að banka verði of stórir. Það er það svarið. Það er svarið. Það er svarið og hérna... Þess vegna ætlum við að spyrja Halldór Gunnarsson, Flokki fólksins, hver er ykkar stefna? Okkar stefna er varfærni vegna þess að við teljum að það sé afskaplega viðkvæmur og erfiður punktur núna þegar núverandi ríkisstjórn og fjármálaráðherra er að tala að selja bankana og er að setja þá ábyrgð í hendur bankasýslu og annar aðila. Þannig að allt í einu getum við sem ættum að stjórna á Alþingi verið staðið frammi fyrir því að það fari fram ný bankasala eins og forðum, og þar með undirstrika ég það sem ég sagði í upphafsorðum. Það er afskaplega hættulegt ástand núna og við verðum að styrkja Alþingi með kröftugu fólki sem er tilbúið að koma til starfa, og Flokkur fólksins með Ingu Sæland í fararbroddi er tilbúinn að taka þeirri áskorun ef fólkið gefur okkur brautargengi. Hvaða áskorun er þið tilbúin að taka? Áskorunin er sú að við viljum ekki selja bankana í stöðunni sem er núna. Við viljum hafa arð út úr bönkunum og leið viljum við sitja á þá ákveðin skatt, og við viljum gefa því tíma því að aðra tillögur sem við höfum lagt fram eru róttækari. Þá er ég að tala lífeyrissjóðina sem eru að reka í rauninni stærsta bankan og mestu áhættuna þar sem þeir eru að kaupa eignir og selja hverjir af öðrum. Lífeyrissjóðirnir sem er með rekstur upp á 10 milljarða, við ætlum að skera það niður eins og ég hef áður vikið af. Takk fyrir þetta. Smári, hver er ríkiseignabanka að samfélagsbankum, ekki selja það. Eins og við vorum að tala um á hann. En, já. Hvað vilt þú gera við bankana? Já,
Svar við viljum halda þeim í ríkiseigu allavega í bili. Það engin ástæða til þess að drífa sig neitt og í eins og staðan þá arðurinn af bönkunum að skila sér inn í ríkissjóð og að létta róðurinn þar. Að bjóða upp á það velferðarkerfi sem fólk að biðja upp á ákveðnu marki. Við þurfum að gera töluvert betur þar og fjármagna það betur. En ef að kemur til einhver söluferlis og einkavæðingarferlis sem að nú rosalega margar ríkiseignir að koma inn í gegnum stöðugleikaframlagið og þess háttar og það verður ákveðinn þrýstingur frá ýmsum aðilum að selja eitthvað þessu. Það sem við leggjum áherslu á ef það verður farið í þessa leið í staðinn fyrir að láta þetta ávaxast í þá ríkissjóðs, þá verði söluferlið að vera rosalega skýrt, rosalega gott. Það reynslan alls staðar í heiminum þar sem ég hef skoðað og ég hef kynnt mér einkavæðingarferli í ansi mörgum löndum að þau hafa aldrei farið vel. Það hefur alltaf farið þannig að þeir aðilar sem kaupa að græða töluvert meira heldur en lagtur upp með vegna þess að ríkisstjórnar yfirleitt í höndum fólks sem hefur hagsmuni af því að þetta sé selt á sem lægstu verði. Þorsteinn Víglundsson, hvað viljið þið í Viðreisn gera við eignarhlut ríkisins í bönkunum eða við bankana? Mér langar nú reyndar að leyfa mér að taka þetta í aðeins víðara samhengi. Ég held reyndar að stefna okkar gagnvart bönkunum ákaflega skýr. Ríkið heldur á það fyrir 70% af bankakerfinu okkar. Það ekkert vestrænt samfélag sem heldur á, þar sem ríki heldur á svo stórum eignarhlut í fjármálakerfi landsins. Ég held að það næsta sem eftir okkur komið sem kannski með kringum 30–40%. Ég tel að þeir ná sáttum að selja þetta í áfengum. Ég get alveg tekið undir það liggur ekkert á því, það má gera þetta skipulega og það þarf auðvitað að ná það sátt. Og selja þá allan hlutan? Nei, ég held að skynsamlegt að ríkið haldi eftir kjölfestu hlut í Landsbankanum. Ég held hins vegar að því við erum að tala hérna fjármálamarkaðinn og hvað raun og veru skiptir okkur mestu máli. Það að við getum notið hér samkeppnishæfra lánskjara, vaxtastigið hérna lækki. Við erum að bera hér 5–7% hærri nafnvexti heldur nágrannalönd okkar, ekki bara núna þessar myndir, heldur undanfarna áratugi. Og eftir hrun þá skilaði Seðlabanki okkur skýrslu hvaða valkosti við ættum hér fram á veginn. Skýrslu valkosti okkar í gjaldmiðils og gengismálum og hvernig við getum náð betri tökum á hagstjórnun okkar í gegnum þau stjórntæki. Því miður hafa raun og veru stjórnmálin ekkert gert með þessa skýrslu og við höfum bara haldið áfram með óbreyttum hætti. Aðilar vinnumarkaðarins kölluðu raunar eftir í tengslum við kjarasamninga að það yrði farið í þessa vinnu að endurskoða peningastefnu en það var ekkert gert með það. Viðreisn hefur lagt fram mjög heildstæða lausn sem byggir á einni af þeirri tillögum sem Seðlabankinn lagði fram svona myntráð þar sem við förum í fastgengisstefnu sem geta skilað okkur hér verulega lægra vaxtastig á mjög skömmum tíma. Og það það sem skiptir höfuðmáli í þessu þetta það ef þú horfir á hefðbundna fjölskyldum með kannski 20 milljón króna fasteignalán. Ef við næðum að helminga þann vaxtamun sem við erum með í dag, þá myndum við spara þessari fjölskyldu 500.000 krónur á ári í vaxtagjöld. Það samsvarar þetta 90.000 krónar launahækkun fyrir þessa sömu fjölskyldu á mánuði. Og þetta auðvitað það sem einn stærsta kjarabótin, eitt stærsta efnahagsmáli fyrir okkur og við verðum auðvitað að tala þessar kerfisbreytingar sem við þurfum að ráðast í til að bæta í lífskjör. Þetta felur einfaldlega í sér það að tengja íslensku krónuna við aðra mynt. Þetta fastgengisstefna sem að myndi tengja krónuna við aðra mynt eða myntkort. Myntráð rosalega fín hugmynd ef að markmiðið að valda ennþá meira óstöðuleika heldur en í dag. Þegar að myntráð hefur verið notuð á Íslandi í fortíðinni, þá hefur það alltaf verið gengisfellingu eftir gengisfellingu. Myntráð hefur aldrei verið notað á Íslandi. Það var ekki bara fastgengisstefna? Já, fastgengisstefnan. En það sem má aftur á móti gera, og það alveg, ég sammála markmiðinu. Markmiðið nefnilega mjög gott. Það að koma á nokkurs konar stöðuleika íslensku krónunar gagnvart öðrum gjaldmiðli. Og þá má hugsa kannski til lausbindingar eins og notuð í Króatíu sem dæmi. Ástæðan fyrir því að myntráð myndi ekki virka á Íslandi bara hreinlega það að við njótum ekki góðs af samskonar sjóðum, erlendum sjóðum eins og til dæmis Búlgaría sem í myntráðsfyrirkomulagi. Þannig að þú ert í raun að hafna hugmynd Viðreisnar myntráð? Ég að segja að markmiðið gott en það hægt að gera þetta betur til dæmis með lausbindingu. En þetta rosalega mikilvægt atriði vegna þess að í dag þá erum við fast í þessari svona trílemmu áhrifarugli sem fylgir því að vera alltaf með gjaldeyrishöft vegna þess að við erum alltaf að reyna að viðhalda sjálfstæðri peningastefnu. Bara með því að fara út í einhvers konar svona hugmynd. Myntráð sennilega ekki það besta í því vegna þess að þá
fer fólk að taka peningarna sínu úr landi vegna þess að það veit að næsta gengisfelling bara handan við hornið. En með því að halda lausbindingu í ykkur tíma og samlagast einhver annar mynd til lengri tíma, þá getum við náð góðum árangri. Áður en að þú svarar Þorsteinn, Lilja, þú ert búin að aðeins nippa hér í mynd. Já, það sem ég vildi nefna að ég tel að krónan verði áfram okkar framtíðargjaldmiðill þó með ákveðnu þjóðhagsvarúðartækjum. Hún hefur reynst okkur vel á síðustu árum og sá sveigjanleiki sem hún hefur boðið okkur upp á og líka hún hefur aukið okkar samkeppnishæfni strax eftir hrun. Og ef við berum til dæmis stöðu Íslands saman við mörg önnur ríki í Evrópusambandinu, þá staða Íslands býsna góð, lágt atvinnuleysi, aukinn kaupmáttur og annað slíkt eins og ég hef nefnt hér áðan. Gallinn hins vegar svolítið við myntráðið og þetta var mjög góð skýrsla sem Seðlabankinn gaf út á sínum tíma að við verðum þó ekki með neinn lánveitanda til þrautavara. Við tökum það alveg út úr kerfinu vegna þess að bankarnir hafa ekki aðgengi að slíku. Og svo annað í þessu að við náttúrulega verðum þá ekki með sjálfstæða peningastefnu og það stundum spurning þegar þú ert með lítið opið hagkerfi sem viðkvæmt fyrir ytri áföllum bara vegna þess hvernig samsetning okkar útflutnings að þá held ég að það gæti verið svolítið áhættusamt að fara í myntráði nema að menn ætla að fara í þá vegferð að ganga inn í Evrópusambandið og þetta væri svona liður í því. En annars meðan við höfum það ekki hyggju, þá tel ég að þetta væri ekki skynsamlegt. Þorsteinn, þú verður eiginlega að bregðast við þessu. Ég ætla að fá eiginlega að bregðast við þeim báðum. Tíminn svona bara til þess að kynna það örlítið betur myntráð. Við höfum aldrei verið með myntráð hér áður. Smári talar laustengingu gengis. Ég held ef við Smári værum að starfa saman við myndum örugglega finna lausn á þessu. Já, við finnum flott á þessu. En það sem að skiptir auðvitað höfuðmáli í þessu og það sem að Lilja vísar í að okkur gangi vel með krónu. Þessi króna okkar hefur tapað verðgildi sínu stöðugt undanfarna áratugi raun og veru allt frá því að við fórum yfir í sjálfstæða peningastefnu. Þetta fyrirkomulag hefur ekki virkað fyrir okkur og það sér hver maður. Megin niðurstaða skýrslu Seðlabankans væri raun og veru að þetta fljótandi gengi okkar væri raun og veru að magna hér hagsveiflur en ekki draga úr þeim. Og ekki til raun og veru sem bendir til þess. En ertu samt ekki á því að krónan hafi gagnast okkur mjög vel eftir fjármála áfallið? Við hefum aldrei náð þessum samkeppnisstöðu Þorsteinn ef við hefum ekki verið með krónuna. Ég held að það sé alveg ljóst. En hins vegar er sammála því að auðvitað getur að verið, við þurfum að huga mun betur og þess vegna hefur við verið að setja þessi þjóðhagsvarúðartæki á laggirnar. Krónan hefur verið hækja þeirra stjórnmálamanna sem vilja ekki axla ábyrgð á agaðri hagstjórn. Það er voðalega þægilegt að sýna ábyrgðarleysi sem erum alltaf gagnrýnd fyrir, vorum gagnrýnd fyrir í síðustu uppsveiflu að vera að auka hér ríkisútgjöld og lækka skatta á verður að þrasa þetta reyndar. En þetta rosa mikilvægt mál og þetta algjört lykilatriði. Þetta algjört lykilatriði. Við erum að tala hér þetta mál. Ef við ætlum að ná árangri að lækka hér vexti og skapa samkeppnishæf lífskjör sem aðalatriði, samkeppnishæf lífskjör og þá verðum við að ná að aga þessari hagstjórn okkar. Krónan hefur bara því miður ekki verið að virka neitt sérstaklega vel fyrir okkur. Þessi leið sem við erum að tala fyrir byggir reyndar á krónu í gegnum myntráð en hún gæti að lágmarki okkar mæti helminga hér á vaxtamunum sem búin. Þjóðartekjur hér á mann hafa verið að vaxa stöðugt, jöfnuður hér með allra mesta móti samkvæmt Eurostat, þannig að staðan býsna góð, en ég hins vegar alveg sammála því, við þurfum meiri aga í hagstjórn en þú veist líka af hverju það vegna þess að fara að taka fram í fyrir Nú skulum við láta þessum kafla lokið. Við eigum 5 mínútur eftir, þið eru 6, þannig að ég ætla að spyrja ykkur spurningar og ég ætla að biðja ykkur að vinda okkur aðeins aftur í atvinnumálin. Ég ætla að biðja ykkur að stytta mál ykkar. Sigurður, það bendir einhvern veginn allt til þess að stóriðjustefnan sé á undanhaldi. Á sama tíma þá hefur hún verið ein aðal undirstaða byggðastefnunar á Íslandi og atvinnuuppbyggingar. Hvað tekur við? Tekur við að stóriðjunni? Já. Já, ég sé nú ekki að stóriðjan sem núna sé beinlínis að fara. Hún vantarlega, þó hefur ekki flekkari uppbygging. Já, en það bætist kannski ekki við. Það sjá það að ferðamaðurinn nú heldur betur að taka við. Hann er nú orsökin fyrir þessum góða árangri ríkisstjórnarinnar vantarlega, ferðamaðurinn á flestu leyti. Og hann tekur við og hann á að taka meira við, þannig að við ráðum ekki við það. Þannig að þú ert að meina störfin sem tengjast ferðamanninum taki við af stóriðju. Við erum að flytja inn gríðarlegt magna fólki, gríðarlega fjölda fólks fyrirgefið til að sinna störfum hér á landi í skemmri tíma eða lengri tíma, þannig að það eiginlega ekki að tala að það þurfi að athuga eitthvað með atvinnuástand. Spurningin svona meira þetta. Þetta landsbyggðarspurning. Við erum að fiska eftir því hvaða stefnu hafið í atvinnumálum út á landsbyggðinni.
Já, hjá okkur er það fyrst og fremst frjálsa krókaveðar sem að lyfta því og svo arðin í heimahérað af auðlindunum. Takk. Það sem vantar í bara öllu á Íslandi akkurat núna einhver áætlanagerð til framtíðar. Það alltaf verið að leita í einhverjum svona sérlausnum til skemmri tíma. Það þarf að leggja stóraukna áherslu. Við erum alltaf í vertíðinni, við erum alltaf í fiskeldi og refabúi. Já, þetta of mikið svona, vertíðar fyrirkomulag og við þurfum lengri tíma plan. Það þarf að leggja mikla áherslu á að finna bara fjármagn, fá fjármagn inn í nýsköpun, vöruþróun, útflutning og markaðssetningu og þess aftur. Smærri iðngreinar. Já, smærri iðngreinar, fleiri, meiri fjölbreytni. En eitt af því sem við ættum að alvarlega íhuga að það mikið ákall að fá að tala þessa hluti saman. Og við viljum endilega bara kalla til þjóðfunda helstu atvinnuvegina. Það bara hvort það sé landbúnaðar, sjávarútvegur, ferðaþjónustan og þar fram eftir götunum. Takk fyrir þetta. Júlíus? Já, það þarf að byggja atvinnulífið á heilbrigðari hætti. Það þarf að verða atvinnufyrirtæki sem með raunverulegt lýðræði, þannig að fólk taki þátt í ákvörðunum öll málefni og það þarf að verða hagnaðar hlutdeild fólks. Það að vinna ekki síður að hagnaði heldur en eigendurnir. Einnig samvinnufélagaformið, það mjög athyglisvert, það eru samvinnufélög standa af sér kreppur og þau eru yfirleitt betur rekin heldur en einkafyrirtæki. Það þarf að fara í endurskoðun á þessu. Takk fyrir þetta. Halldór? Já, við verðum að horfast í augu við hvað að tækifæri landið gefur okkur. Landbúnaðurinn og veiðarnar og þessu kerfi þarf öllu saman að breyta og horfast í augu við að við viljum ekki bara búa í Reykjavík. En ég verð að segja eina setningu gagnvart því sem þau voru að tala hér að mér fannst alveg vanta að það sem megin vandi okkar í dag þessi risastærð lífeyrissjóðanna upp á 3.500 milljarða. En hverjir stjórna þar? Það lítill hópur atvinnurekanda og verkalýðsforystuna sem genginn í björg. Í mínum huga eru aðeins 2 verkalýðsforingjar á Íslandi sem tala fyrir verkalýðin og flokkur fólksins vill taka undir þeirra rödd. Þarna erum við komin bara með efnið í heilan þátt. Atvinnuuppbyggingin á landsbyggðinni, hvernig tryggjum við búsetu og störf? Stjórnmálamenn skapa ekki störf en þeir geta skapað stöðugt rekstrarumhverfi, lága vexti, stöðugt gengi, það skiptir miklu máli. Ferðaþjónustan að skapa mikil tækifæri út á landsbyggðinni og það mjög gott að sjá það. Ég held að það séu mikil tækifæri í landbúnaði líka sérstaklega í tengslum við ferðaþjónustu. Við höfum að auka frelsi beint frá bíli og svo framvegis. Og við höfum líka lagt fram tillögur það að í gegnum þá markaðsleiði sjávarútvegi kæmu auknar tekjur af auðlindinni. Það myndi renna í sérstakan innviðasjóð sem færi til uppbyggingar innviða, samgangna, fjarskipta og svo framvegis úti á landsbyggðinni á þeim svæðum sem kvóti kemur frá. Takk fyrir þetta. Þú átt lokaorðið, Lilja. Já, þakka ykkur fyrir. Uppáhaldsorðið nú, lokaorðið. Já, það mjög brýnt að landsbyggðin standi sterkt vegna þess að hún skiptir okkur höfumáli ásamt því að framvinda mála okkar samfélag sé góð. Það sem ég vildi aðeins nefna í þessu að ég horfi líka svolítið til hugverkaiðnaðarins og nýsköpunar vegna þess að við til dæmis létum samþykkja frumvarp á Alþingi nýsköpun nýverið að auka skattalega hvata til þess að auka það og hugverkaiðnaðurinn hefur verið að vaxa mjög mikið núna á síðustu árum og útflutningstekjur af því hafa aukist frá því að vera 160 milljarðar í kringum 290 og þetta einmitt atvinnugrein sem getur dafnað líka mjög vel út á landi vegna þess að þetta oft smá og meðalstór fyrirtæki sem væru mjög fín og eru mjög fín á landsbyggðinni því að þau eru mörg þar líka. Þetta verða loka orðin í þessum þætti sem að tíminn búinn. Við þökkum ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Nú, þessum þætti sem sagt núna lokið. Já, en næsti málefnaþáttur, hann á dagskrá í næstu viku á þriðjudaginn og þá ætlum við að taka fyrir umhverfis- og auðlindamáli. Og við ætlum að minna ykkur aftur á kosningavefinn okkar ru.is/16 og þar má finna alla umfjöllun okkar kosningarnar. Já, og við minnum líka á forystusætið sem hefst hér strax að loknum 10 fréttum, en að þessu sinni það formaður Alþýðufylkingarinnar Þorvaldur Þorvaldsson sem gestur. Við þökkum ykkur samfylgdina í kvöld. Verðið sæl. Verðið sæl.